Jæja, gott kvöld. Bið alla afsökunar á þessum töfum sem hafa orðið á útsendingu. Þetta stafar að tæknilegum örðuleikum en við vonumst til þess fyrir vikið að hægt sé að sýna frá þessum bæjarstjórnarfundi live. Ólíkt því sem við höfum verið með áður að þá hefur þurft að bíða eftir að upptaka komist á netið en hún mun jafnframt gera það. En ég held að okkur sé það ekkert sem stoppar okkur að byrja þetta held í formlega og ætla að byrja að bjóða okkur velkomin þá á fund bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Þetta fundur númer 1565, haldinn í Einarsstofu 5. nóvember 2020 og klukkan orðin 18:20. Þetta fjarfundur í beinni útsendingu og upptöku og þetta eitthvað sem við erum að venjast og það sé hefur ágætt að halda þetta með hefðbundnu sniði. Það meðal annars fyrir umræðan fjárhagsáætlun en ég sjáum hvernig þetta reynist okkur en ég segi fund settan. Það eru 12 mál í útsendri dagskrá og dagskráin eftirfarandi. Það er almenn erindi, það er fyrsta mál fjárhagsáætlun 2021, annað mál 3 ára fjárhagsáætlun 2022 til 2024, þriðja mál umræðan samgöngumál, fjórða mál kosningar í ráðnefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmálasamþykkta Vestmannaeyjar og svo eru fundargerðir til staðfestingar. Það eru 5. dagskrármál, það er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur 333, það er 7. mál bæjar á Vestmannaeyja fundur 3138, 7. mál framkvæmda- og hafnaráð, það er fundur 256, 8. mál umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur 384, 9. mál fjölskyldu- og tómstundaráð, það er fundur 252, 10. mál bæjar á Vestmannaeyja, það er fundur 3139, 11. mál fræðsluráð, það er fundur 336 og 12. mál bæjar á Vestmannaeyja, það er fundur 3140. Þá er það upptalið. Þá var búið óska eftir umræðum 2 liði. Það var menntarannsókn í 11. dagskrárlið og endurskoðun og uppgjör fyrir Vestmannaeyjabæ, það er 12. dagskrárliður en það er búið að falla frá umræðum það. Þannig að ef einhver er ósáttur við það þá sendið mér skilaboð það. En annars gangum við til dagskrá fyrsta dagskrárlið, það er fjárhagsáætlun 2021 og það er Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar,
Fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2021. Fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2021 nú lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja 5. nóvember 2020 í samræmi við samþykkt ferli og ákveðnar forsendur við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Áætlunin var lögð fram í bæjarráði 2. nóvember síðastliðinn og vísað til fyrri umræðu í bæjarstjórn samkvæmt 3. málsgrein 62. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og 51. greinar bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar. Gert ráð fyrir að síðari umræða og afgreiðsla áætlunar verði í bæjarstjórn þann 3. desember 2020. Samhliða áætlun ársins jafnframt lögð fram 3 ára fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árin 2022, 2023 og 2024. Vinnulag við fjárhagsáætlunargerðina með þeim hætti að fagráð fara yfir sína málaflokka með framkvæmdastjórum, hlutaðeigandi sviðs og óformlegum fundum. Áður en framkvæmdastjórar skila áætlunum til fjármálastjóra sem setur þær svo saman í eiginlega fjárhagsáætlun. Bæjarfulltrúarnir hittust á 2 vinnufundum til þess að fara yfir það sem snýr að eigafærslum sem eru framkvæmdir og gjaldfærðum sérsamþykktum sem bókast inn á rekstrarliði málaflokka. 3. vinnufundur bæjarstjórnar verður svo á milli fyrri og seinni umræðu fjárhagsáætlunina. Þrátt fyrir að sveitarfélög séu að glíma við gríðarlega erfiðar áskoranir í rekstri og fjármögnun lögbundinna verkefna með tilheyrandi lausafjárvanda, rekstrartapi og skuldasöfnum þó gert ráð fyrir að staða bæjarsjóðs Vestmannaeyja verði áfram traust. Hins vegar munu áhrif af COVID-19 gera það að verkum að rekstrarafkoma bæjarsjóðs verður verri en undanfarin ár. Skýrist það aðallega lægri tekjum og skertum framlögum úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Ekki stendur til að skerða þjónustu við bæjarbúa né heldur grípa til uppsagna á starfsfólki. Bærinn mun áfram gera ráð fyrir myndarlegum fjárveitingum til framkvæmda, meðal annars til að tryggja atvinnu og verkefnastöðu hjá fyrirtækjum í Vestmannaeyjum, en jafnframt til þess að ljúka við þær framkvæmdir sem voru á áætlun til þess að bæta þjónustu við bæjarbúa. Í fjárhagsáætlun lögð áhersla á ábyrga fjármálastjórnun, þar sem gætt verður aðhalds í rekstri bæjarins og varlega áætlaðum tekjur. Stefnt að jákvæðum rekstrarafgangi en hann hins vegar mjög lítill. Jafnframt stefnt að því að lækka skuldir enn frekar á næsta ári og að A-hluti bæjarsjóðs verði við fjármálastofnanir orðin skuldlaus innan 4 ára. Hafnarsjóður orðin skuldlaus og eftir 2024 verða skuldir félagslega íbúða eingöngu bundnar við Íbúðalánasjóð. Skuldaviðmið verður áfram langt innan fjármálareglna. Erfitt að spá fyrir skatttekjur næsta árs og ákveðin óvissa tengd atvinnustigi, áhrifum COVID, hvort að verði loðna og öðrum þáttum í sjávarútvegi hefur áhrif á útsvar. En útsvar langstæðsti tekjuliður bæjarfélagsins. Helsti óvissu þátturinn við fjárhagsáætlunargerðina eru þó þróun heimsfaraldursins og eins og venjulega aflabrögð. Ljóst að hvort tveggja getur haft gríðarleg áhrif á tekjur sveitarfélagsins og því mikilvægt að bæjaryfirvöld fylgist áfram náið með þróun mála. Hvað varðar verklag og framlagningu fjárhagsáætlana verður svipað fyrirkomulag viðhaft nú og gert var á síðasta ári. Fjárhagsáætlunin verður að mestu lögð fram með heildrænum hætti, þar sem sérsamþykktir í formi átaksverkefna, önnur tímabundin verkefni, fjárfestingar, framkvæmdir og viðhald tekið inn í fjárhagsáætlunina við framlagningu til fyrri umræðu. Með því strax komið inn í fjárhagsáætlunina skýrum pólitískum áherslum fyrir næsta ár sem og öðrum sérstökum áherslum sem ákveðið hefur verið að greiða fyrir í formi fjárheimildana á næsta ári. En í ljósi óvissu tekjur sveitarfélagsins og framlög úr jöfnunarsjóði verða teknar nokkrar ákvarðanir verkefni sem eru ekki lögbundin og fjárfestingar milli umræðna, endanleg áætlun framlög úr jöfnunarsjóði á að liggja fyrir seinnipartinn í nóvember og mun það skýra þann þátt. Við seinni umræðu ættu því einungis að vera þau verkefni sem standa eftir sem og minniháttar breytingar
og kerfislegur útreikningur svo sem nákvæmari upplýsingar áætlaðar tekjur, verðlagsþróun og einhverjar fáar litlar áherslubreytingar, ef til kemur. Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020 var horft til þjóðhagsspár, Hagstofu Íslands og lífskjarasamninga aðila vinnumarkaðarins. Í þjóðhagsspánni gert ráð fyrir 3,9% hagvexti á næsta ári, en á þessu ári í þjóðhagsspánni gert ráð fyrir 7,6% samdrætti. Reiknaði með að einkaneysla dragist saman 5% í ár en að 4,2% vöxtur verði á því næsta. Talið að fjárfesting muni dragast saman tæp 9% í ár en vaxa 5,5% á næsta ári. Spáð að samneysla aukist 2,8% í ár, dragist saman 2,8% í ár og muni aukast 2,8% í ár og vaxa 1,8% að jafnaði á ári út spátíman. Forsendur fjárhagsáætlunar í forsendunum gert ráð fyrir 3% hækkun á launum í samræmi við forsendur fjárlagafrumvarps. Gert ráð fyrir að annar rekstrarkostnaður hækki 3% á milli ára sem nálægt spá Hagstofu Íslands vísitölu neysluverðs á næsta ári. Gengisþróun hefur mikil áhrif á afkomu Vestmannaeyjabæjar þar sem útflutningsstarfsemi undirstaða atvinnulífs. En það sem óljóst gengi krónu, aflabrögð og verðmæti á erlendum mörkuðum ekki gert ráð fyrir breytingum í útreikningum á útsvarstekjum Vestmannaeyjabæjar að gengi krónunnar sveiflist mikið. Gengi krónunnar hefur veikst töluvert á þessu ári með tilheyrandi jákvæðum áhrifum á aflaverðmæti og þar með útsvarstekjur Vestmannaeyjabæjar. En búast má við því að gengi styrkist að nýju á næsta ári. Samkvæmt framlagðri fjárhagsáætlun gert ráð fyrir að rekstrarafgangur A-hluta bæjarsjóðs verði rétt tæpar 2 milljónir króna en hjá samstæðinu rétt rúmar 46 milljónir. Veltufé frá rekstri áætlað 459 milljónir tæpar hjá A-hluta og 622 milljónir rúmlega í samstæðureikningi. Að ræða rekstrarafkomu ársins, afskriftir, breytingar á lífeyrisskuldbindingum og verðbætur af skuldum og eignum. Við framlagningu áætlunar við fyrri umræðu áætlað að viðhald húsa verði 110 milljónir og aðrar gjaldfærðar sérsamþykktir verði rétt rúmlega 137 milljónir króna og eignfærðar framkvæmdir eru fyrir 975 milljónir tæpar. Fjárhagsstaða Vestmannaeyjabæjar sterk, skuldir mjög lágar og langt undir viðmiðunarmörkum sveitarstjórnarlaga þar sem kveður á skuldir sé ekki hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Í ársreikningi 2019 var skuldaviðmið hjá A-hlutanum 0 og skuldahlutfallið 122. Hjá samstæðinu var skuldaviðmiðið 0 og skuldahlutfallið 82,5%. Samkvæmt fjárhagsáætlun 2021 verður skuldahlutfallið hjá A-hlutanum 81% og skuldahlutfallið hjá samstæðinni verður komið í tæp 70%. Það eru fá sveitarfélög sem geta státað af svo góðri skuldastöðu. Samið var við allflest stéttarfélög opinberra starfsmanna á árinu 2019 og 2020. Og við fjárhagsáætlun næsta árs í fyrsta skipti útbúin sérstök launaáætlun sem sækir raunlaunakostnað einstakra starfsmanna inn í fjárhags- og launakerfi Vestmannaeyjabæjar. Með því gefst nákvæmari mynd að raunverulegum launakostnaði bæjarins. Samanburður milli ára leiðir þannig í ljós misháar breytingar á launakostnaði, þar sem áhrif ólíkra kjarasamninga vega misþungt á einstaka stofnanir. Þar sem gert ráð fyrir breytingum á starfsmannahaldi fjallað það sérstaklega undir einstökum málaflokkum. Að öðru leyti skýrast breytingar á launakostnaði milli ára að nákvæmari áætlun og ólíkum kjarasamningum. Við áætlun á framlögum frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga horft til áætlunar sjóðsins þar Í fjárhagsáætlun þessari gert ráð fyrir 572 milljónum frá Jöfnunarsjóði sem 20% lægra framlag en gert var ráð fyrir á þessu ári. Það var 721 milljón. Áréttað skal að að ræða
áætlað framlag frá sjóðnum fyrir árið 2021 en ekki úthlutun. Ríkisstjórnin hefur boðað að til standi að bæta að hluta þær skerðingar sem orðið hafa á tekjum sjóðsins og á að útfæra tekju- og útgjaldajöfnunarframlagið sem til kom vegna útgjalda- og tekjujöfnunarframlagið sem til komið vegna fjárveitinga úr fasteignasjóði jöfnunarsjóðsins. Það auka framlag sem að koma inn í þann hluta og það 1,5 milljarður og sem úthlutað verður til sveitarfélagana eftir ákveðnri formúlu. Og eins og ég kom inn á áðan, þá á það að skýrast miðjan nóvember. Einnig stendur til að úthluta viðbótarfjármagni til sveitarfélaga vegna málaflokks fatlaðra. Ásamt fleiri tillögum sem ríkisstjórnin kemur með sem snúa að þeim sem standa illa og fleira í gegnum jöfnunarsjóðinn. Það á sem sagt að nýta hann sem einhvers konar jöfnunartæki en tekjufall sjóðsins gríðarlegt og þar af leiðandi lenda sveitarfélögin í tekjutapi. Forsendur fjárhagsáætlunar Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2021. Gert var ráð fyrir að útsvarsprósenta verði óbreytt 14,46, álagningarhlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði verði óbreytt milli ára eða 0,291 á íbúðarhúsnæðið og atvinnuhúsnæði verði líka óbreytt eða 1,55%. Þá verður álagningarhlutfall og opinberar stofnanir jafnframt óbreytt milli ára eða 1,32%. Að rekstrarniðurstaða sjóðs verði jákvæð. Reglur lækkun á fasteignaskatti elli- og örorkulífeyrisþega tryggi áfram að tekjulágir eldri borgarar njóti afsláttar af fasteignaskatti og sorpeyðingargjöldum. Gert ráð fyrir sama fyrirkomulagi og á þessu ári. Frístundastyrkur verði í boði fyrir hvert barn á aldrinum 2 til 18 ára að upp að 35.000 krónur árið 21. Áfram sé gætt aðhalds í rekstri og stunduð hagkvæm innkaup og þjónusta við bæjarbúa verið bætt eins og best verður á kosið. Lögð verður fram tillaga hér á eftir gjaldskrá fyrir þjónustu Vestmannaeyjabæjar, þar með talið gjaldskrá sem snúa að fjölskyldufólki sérstaklega. Þar má telja leikskólagjöld, matarkostnað fyrir börn í grunn- og leikskólum, dagvistunar og frístundagjöld og þá verður jafnframt horft til matarkostnaðar fyrir eldri borgara. Lagt verður til að þessar gjaldskrár hækki ekki á næsta ári. Þá komum við að skatttekjunum og byrjum á útsvarinu. Áætlaðar útsvarstekjur næsta árs eru 2.736 milljónir. Ef gengið út frá óbreyttri útsvarsprósentu má gera ráð fyrir að útsvarstekjur ársins 2021 verði sambærilegar væntanlegum útsvarstekjum ársins 2020. Eins og fram hefur komið mikil óvissa á næsta ári atvinnuhorfur og áhrif COVID og sjávarútveg, sérstaklega varðandi loðnu. Því æskilegt að áætla varlega hækkun útsvarstekna milli ára. Við gerð áætlunar útsvarið byggt á spá útsvarstekjur fyrir árið 2020 og það notað inn í áætlunina fyrir 2021. Fasteignagjöld. Gert ráð fyrir að álagningarhluta fasteignaskatts verði með þeim hætti eins og upp var lesið hér áðan í forsendunum óbreytt frá því sem það núna. Ákvörðun þessi að hækka ekki og hreyfa ekki við þessum mikilvæga tekjustofni sveitarfélagana í anda þeirra skilaboða ríkisstjórnarinnar sem og lífskjarasamnings verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda og stjórnvalda þar sem kveðið á að stilla skattheimtu og opinberum gjöldum í hóf til að auka kaupmátt og kjarabætur. Þá komum við aðeins aftur að jöfnunarsjóðnum. Eins og áður hefur komið fram þá gert ráð fyrir að framlagi nemi 572 milljónum króna á árinu 2021 en eins og að talað átti framlagið að vera 721 miljón fyrir árið sem að ljúka en við reiknum með að það verði í kringum 570-80 milljónir á þessu ári, þannig það mikið tekjufall. En á þessu ári áttu þessi framlög að vera 19,5% af skatttekjum bæjarins. En það var eins og áður komið fram verulega skert vegna COVID-19 og tekjufallsjöfnunarsjóð í tengslum við það. Og í fjárhagsáætluninni það framlag sem áætlað frá sjóðnum aðeins 15% af skatttekjum næsta árs.
förum við aðeins yfir í rekstur málaflokka. Þá förum við bara í almenn útgjöld og byrjum bara á skiptingu, setjum við glæru með skiptingu málaflokka aðalsjóðs og ég fer svo yfir hvern málaflokk fyrir sig. Við byrjum bara á launakostnaðinum. Launakostnaður áætlaður samtals 2.323 milljónir fyrir árið 2021 í A-sjóði sem nemur 10,4% hækkun frá áætlun fyrir árs. Hækkunin skýrist aðalega af hækkun kjarasamninga þar sem samið var við flest stéttarfélög opinberra starfsmanna milli fjárhagsáætlana, starfsmat og vörpun launa. Jafnframt launaáætlun nákvæmari við gerð þessara fjárhagsáætlunar þar sem launakostnaður sóttur inn í fjárhags- og launakerfi Vestmannaeyjabæjar. Í samstæðureikningi gert ráð fyrir að launakostnaður ársins verði 3.207 milljónir sem 4,4% lækkun frá fjárhagsáætlun fyrra árs, munar þar mestu laun hrumbúða sem ekki gert ráð fyrir inn í fjárhagsáætlunum núna við fyrri umræðu. Eins og fram hefur komið í áætluninni tekið tillit til nýgerra kjarasamninga, launkostnaðar, starfsmat og varpana. Og förum við í annan rekstrakostnað. Annar rekstrakostnaður A-hluta áætlaður 1.673 milljónir sem 38,7% af tekjunum og 2.752 milljónir tæpar hjá samstæðunni. Í A-hluta að ræða annar rekstrakostnað af frátöldum innri færslum sem nema 952 milljónum og í B-hluta innri færslurnar 43 milljónir. Samtals kostnaður með innri færslum því 2.625 milljónir í A-hluta og 3.747 í samstæðunni eins og fram kemur í rekstraryfirlitinu. Rekstur einstakra málaflokka og helstu stærðir. Tökum við fyrst félagsþjónustuna. Megin útgjaldaliti félagsþjónustunar tengdir þjónustuíbúðum fyrir fatlaðra, Vestmannabraut 58B, heima í vinnu- og hæfingastöð, stuðningsþjónustu, skrifstofu félagsmálastjóra, þjónustu fyrir eldri borgara, fjárhagsaðstöð, dagdvöl aldraðra og umsjón með málefnum fatlaðra. Málaflokkurinn hækkar tæpar 60 milljónir frá áætlun ársins 2020 sem 14,4%. Launakostnaður hækkar 20% á milli ára sem stafar af starfsmati sem framkvæmt var árið 2020 og hækkun vegna nýgerra kjarasamninga sem og vörpun launa sem framkvæmt var árið 2020. Helstu skýringar á auknum rekstrakostnaði rekstur húsnæðis Rauðagerði sem fer núna á skrifstofu félagsmálastjóra, kostnaður vegna heimsends matar til eldri borgara eykst, rekstur dagvistar aldraða flyst til félagsþjónustu sem og laun deildarstjóra málaflokks aldraðra og þjónustu við fatlað fólk. Og þjónusta við fatlað fólk hækkar vegna þjónustusamnings og aukinnar skammtímavistunar. Ef við förum þá í fræðslu og uppeldismál sem langstærsti, tekur til sín langmest 50% af útgjöldum sveitarfélagsins og framlag til fræðslu og uppeldismála 1.830 milljónir og kostnaður við málaflokkin hækkar 4,9% á milli áranna 2020 og 2021 en launin hækka 5,8% á milli ára. Hækkun á rekstri leikskóla skýrist af leiðréttingu launa milli ára og almennum launahækkunum, óbeinum hækkunum launa vegna fjölgunar undirbúningstíma og aukinna orlofsréttinda starfsmanna. Einnig hefur stytting á sumarlokun leikskólans leitt til aukins launakostnaðar. Kostnaður vegna stuðningsmála á leikskóla hækkar einnig vegna fjölgunar barna með sérþarfir. Dagvistun í heimahúsum lækkar þar sem sveitarfélagið hættir með heimagreiðslur. Rekstur frístundar lækkar rúmar 6 milljónir við að flytja starfsemina í Hamarsskóla og rekstur frístundar og sumar frístundar sameinaður. Lækkun rekstrakostnaðarins fyrst og fremst vegna lægri húsnæðiskostnaðar við flutnings- og Þórsheimilinu, samnýting á starfsfólki með skólanum og lægri kostnaði við ræstingar. Rekstur skólaskrifstofa hækkar þar sem launakostnaður sem áður var á GRV flyst til skólaskrifstofu. Að auki hafa laun hækkað vegna starfsmats og kjarasamninga. Við förum aðeins svona í stærsta liðin hér sem grunnskóli Vestmannaeyja.
og leikskólarnir og mismunagreiðslurnar í grunnskólanum. Þá kostnaðurinn nemur á árinu 2021 áætlaður 1.077 milljónir króna. Áætlaður fjöldi barna við grunnskólan 520 á skólaárinu sem nú í gangi. Í leikskólanum þá kostnaður við skólan og 5 ára deildina við Hamarsskóla á árinu 524 milljónir tæpar. Heildarfjöldi barna þar 205. Mismunagreiðslur til dagforeldra verða 2,5 milljón og heildarfjöldi barna þar ekki nema 4 til 5. Við erum í þeirri góðri stöðu að geta tekið börnin á leikskóla þegar þeir eru 12 mánaða gömul og það skýrir lækkunina í dagforeldrakerfinu. Kostnaður við tónlistarskólann hækkar, hann 92 milljónir rúmar á næsta ári og heildarfjöldi nemenda 113 en af þeim 29 fullorðnir nemendur. Æskulýðs- og íþróttamálin, útgjöld til æskulýðs- og íþróttamála áætluð 504 milljónir króna og lækka 2,9% á milli áranna 2020 og 2021. Áfram verður í boði frístundastyrkur fyrir 2 til 18 ára börn sem nemur 35.000 krónum á hvert barn og það mikil ánægja að sjá að frístundastyrkurinn að nýtast vel á þessu ári eins og fram kom á fundi fjölskyldu- og tómstundaráðs nýverið. Framlag til vinnuskólans hefur verið hækkað og var talsvert hærra á nýliðnu ári vegna COVID-19 og hafa fleiri börn sótt starf hjá skólanum og lengur í vinnu en áður. Flutningur á félagsmiðstöð unglinga frá Rauðagerði á Strandveg lækkar rekstrarkostnað málaflokksins án þess að þjónustan skerðist og að ræða lægri húsnæðiskostnað á Strandvegi 50. Ef við förum næst í menningarmálin. Fjárveiting til menningarmála 192 milljónir rúmar sem 14,7 milljón króna hækkun milli ára eða 8,3%. Stafar það aðalega nákvæmari áætlun rekstrarkostnað byggðasafns en við flutning safnsins frá Þekkingarsetri Vestmannaeyja seint á síðasta ári var kostnaður við safni gróflega áætlaður og miðaði við rekstrarsamning Vestmannaeyjabæjar og Þekkingarseturs. Að auki skýrist hækkun á nýgerðum kjarasamningum við starfsfólk stofnana menningarmála. Aðrir liðir mestu óbreyttir og hækkun 3% eins og gildir almennt annan rekstrarkostnað en laun. Heilbrigðismál, umhverfis- og heilbrigðisnefnd heitir þessi liður og hér eingöngu að ræða eftirlitsgjöld sem upphæð 6,4 milljónir rúma á næsta ári og breytingin frá áætlun þessa árs stafar að raunverulegum kostnaði vegna eftirlitsgjalda. Þetta bara þekkt stærð sem við færum inn. Brunamál og almannavarnir, heildarútgjöld til brunamál og almannavarna nema samtals 51,4 milljónum og hækka 1,2 milljónir eða 1,2 frá síðasta ári sem stafa bara eiginlega alveg bara af launabreytingum. Hreinlætismál, framlög til hreinlætismála nema 42 milljónum árið 2021 sem óveruleg hækkun á milli ára. Meginhluti útgjalda þessa málaflokks kostnað við sorphirðu og förgun og gjöld til verktaka vegna reksturs gáma og grendastöðva. Kostnað við sorpið og förgun samkvæmt samningi og bundin í vísitölu en magn sorps hefur samt sem áður mest áhrif á niðurstöðuna. Sorpið hefur nánast staðið í stað og sorpmagnið heldur farið að minnka. Reiknaði með að niðurstöðutalan verði 41,8 miðað við 41,6 sem var árið 2020. Þetta mjög jákvætt. Það jákvætt að sorpmagn standi nánast í stað, þar sem þróun á milli ára hingað til hefur leitt til mikillar aukningar og þar af leiðandi hækkun á samningnum. En vert að brýna áfram fyrir fólki að vanda flokkun en slíkt hefur áhrif á kostnað. Mikilvægt að í fyrirhugaðri umhverfisstefnu Vestmannaeyjabæjar verði tekin skýr afstaða í úrgangsmálum eins og við höfum áður talað og útbúið kerfisins sniðið að því að umbuna þeim sem vinna eftir settu reglum og verklagi, þar að segja við flokkun og endurnýtingu. Og búa til strangari ramma fyrir þá sem ekki taka þátt í þessu mikilvæga samfélagsverkefni úrgangslósun. Þá fyrir við skipulags- og byggingamál. Heildarframlög til skipulags- og byggingamála nema 102 milljónum króna og hækka 5% á milli ára. Aukinn kostnaður að mestu launahækkanir og kostnaður við skipulagsmál. En í vinnslu nokkur deiliskipulög sem reiknað með að klára á árinu. Inn í þennan málaflokk var samþykkt við síðustu fjárhagsáætlunargerð
að ráða skipulags- og umhverfisfulltrúa og hann hefur tekið til starfa. Umferða- og samgöngumál. Framlag til umferð- og samgöngumála er áætlað 91,5 milljón fyrir árið 2021 og er það 16,4 milljón króna hærra framlag en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2020. Er að ræða auknar framkvæmdir í gatnagerð sem snúa að nýbyggingum og aukið viðhald gatna. En undir málaflokkinn fellur viðhald gatna og göngustígakerfi bæjarins, snjómokstur og götulýsing. Einnig er verið í átaki við að reyna að malbika göngustíga, þannig við getum náð einhvers konar hring í kringum eigin okkar þar sem hægt er að malbika. Umhverfis- og skipulagsmál. Umhverfismál. Heildarútgjöld til umhverfismála eru áætluð tæpar 119 milljónir sem er 31,4 milljón króna hærra útgjöld en í áætlun 2020. Ákveðið hefur verið að setja meiri þunga í umhverfismál að miklu leyti í gegnum starf þjónustumiðstöðvar og ákvörðun á síðasta ári, raunkostnaðurinn á þessu ári í málaflokknum er hærri heldur en við áætluðum í fyrra. Tekin var ákvörðun í bæjaráði sem staðfest var í bæjarstjórn að þeir námsmenn sem myndu sækja vinnu yrðu ráðnir sumarið 2020 sem er hluti af aðgerðum Vestmannaeyjabæjar vegna COVID-19 og hafði það í för með sér meiri kostnað en áætlað var. Þannig gert er ráð fyrir að það verði líka aukinn fjöldi sumarstarfa áfram árið 2021. Við gerum ekki ráð fyrir allir fjárhæðina, gert ráð fyrir 10 milljón króna hækkun inn í þann hluta. En kostnaðurinn á síðasta ári var milli 20 og 30 milljónir, að mig minnir, nær 30 frekar. En jafnframt hefur á síðustu árum aukist þörf á að sinna verkefnum í umhverfi Vestmannaeyjabæjar og sást það vel í sumar hversu vel er hugsað og hversu glæsilega gekk að gera bæinn okkar enn fallegri. Gert er ráð fyrir sérsamþykktum verkefnum inn í þessum lið fyrir 8,7 milljónum og áframhaldandi aukningu á áhuga á sumarstörfum, eins og ég kom inn á áðan. Atvinnumál. Heildarframlag til málaflokksins nemur 35 milljónum sem er 2,9% hækkun frá fyrra ári. Breytingin stafar af almennum hækkunum annarra kostunarliða en launa. Innan þessa málaflokks er samstarfssamningur við ferðaþjónustuna, aðgerðir til þess að efla atvinnumál og nýsköpun í Vestmannaeyjum og verkefnum er tengjast rekstri tjaldstæða og almenningssalerna. Margt spennandi er að gerast í nýsköpun og frumkvöðlunarmálum og verður farið yfir þau mál á milli umræðna fjárhagsáætlunina. Mikilvægt er að halda áfram með þær hugmyndir og tillögur sem búið er að leggja grunn að og hafa komið fram. Einnig skiptir markaðssetning Vestmannaeyja miklu máli fyrir þá starfsemi sem verið er að byggja upp og þróun byggðar í Vestmannaeyjum. Markaðssetning er ekki eingöngu hugsuð fyrir ferðamenn, heldur einnig sem markaðssetning á Vestmannaeyjum sem frábærum fjölskyldu og búsetukosti. COVID hefur vissulega skapað ný tækifæri og flýtt þeirri nútíma þróun sem felst í fjarvinnu. Þannig skapast fólki enn ríkari aðstæður til fjarvinnu og raunhæfari búsetu á landsbyggðinni og það tækifæri eigum við að grípa. Þá erum við komin að sameiginlegum útgjöldum. Heildarframlög til málaflokksins nema 306 milljónum rúmum sem er 5,9% hækkun frá fyrra ári. Undir þessum málaflokki eru ýmisleg sameiginleg útgjöld bæjarins svo sem kostnaður við rekstur bæjarskrifstofa, bæjarstjórnar, bæjaráðs, tölvudeildar, gjaldheimtu, framlög til landshlutasamtaka og annar kostnaður. Hækkunin milli ára skýrist aðallega kjarasamningu við stéttarfélög opinberra starfsmanna en jafnframt er gert ráð fyrir 20% viðbótar stöðugildi á launadeild allt árið 2021 og 50% viðbótar stöðugildi frá og með haustinu 2021. Ákveðið var að setja inn tímabundið stöðugildi á tölvudeild sem leiddi ekki til aukins kostnaðar fyrir árið 2020. Er að ræða verkefni sem tengist að miklu leyti grunnskólanum og er starfið fjármagnað með millifærslu á skólaskrifstofum. Þá er í fjárhagsáætlun gert ráð fyrir að framhald verði á 50% stöðugildi tölvudeildar þegar ráðningartímabilinu lýkur í september, en þá þarf að meta fyrir þann tíma hvort þörf er á að halda stöðugildinu áfram eða málefni tölvudeildar verði leyst með öðrum hætti.
Verði niðurstaða matsins að starfið verði áfram þarf að auglýsa starfið en eins og áður sagði gera aðrar ráðstafanir varðandi tölvumál sveitarfélagsins ef starfið verður ekki til staðar. Staðan bara einfaldlega sú að reka heilt sveitarfélag á einum starfsmanni í tölvudeild bara ekki að ganga upp og við því þarf að bregðast. Starfið verður fjármagnað að mestu leyti með framlagi frá skólaskrifstofu. Gríðarlegt álag hefur bæði verið á tölvudeildinni og launadeildinni og nauðsynlegt að bregðast við með því að bæta þar við til þess að þessar deildir geti sinnt sínum verkefnum án þess að fólk þurfi að vinna langt og lengi fram eftir nóttu. Það þarf að ná jafnvægi í starfsemi þessara mikilvægu eininga. Breyting lífeyrisskuldbindinga. Gjaldfærsla vegna breytinga á lífeyrisskuldbindingu er tilkomin vegna bakábyrgðar Vestmannaeyjabæjar vegna lífeyrissjóðs starfsmanna Vestmannaeyjabæjar sem nú rekin meðal B-deilda sjóða hjá Brú lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélaga. Lokað var á inngöngu nýja sjóðsfélaga í lífeyrissjóð starfsmanna Vestmannaeyja árið 1998 og eru virkir sjóðsfélaga nú 13. Meðalaldur þeirra 61,5 ár. Af þessum 13 gert ráð fyrir að minnsta kosti helmingur þeirra fari á eftirlaun næstu 5 árin. Lífeyrisþegar sem fá greiddan lífeyri úr sjóðnum eru á bilinu 250 til 270, meðalaldur þeirra eru tæp 73 ár, en þó fjórðungur þeirra komin yfir 8. Því til viðbótar eiga 600 aðilar geymd réttindi hjá sjóðnum. Flestir þeirra eiga þó lítil réttindi í sjóðnum en að meðaltali eru réttindi hvers og eins aðeins 3,6% af mánaðarlaunum. Fyrirséð að þessi skuldbinding muni með tímanum hverfa úr bókum Vestmannaeyjabæjar. Gert ráð fyrir gjaldfærslu vegna breytinga á lífeyrisskuldbindingum hjá A-hluta að fjárhæð 284 milljónir sem 7,5% af skatttekjum ársins 2021 og málaflokkurinn breyting lífeyrisskuldbindinga því einn stærsti málaflokkur A-hlutans. Hjá samstæðinu gert ráð fyrir gjaldfærslu vegna lífeyrisskuldbindingana upp á tæplega 300 milljónir króna. Framlög til A- og B-hluta fyrirtækja. Almennt gert ráð fyrir að aðrir sjóðir og stofnanir A-hluta og B-hluta séu sjálfbærar rekstrareiningar. Eðli málsins samkvæmt eru sumar stofnanir sem ná því ekki og því hefur Vestmannaeyjabær undanfarin ár eftir ábendingu frá endurskoðendum lagt til framlög til þessara stofnana svo þær séu reknar á núlli. Þetta gert til þess að þessar stofnanir myndi ekki skuld við aðalsjóð sem fyrirsjáanlegt að þær nái aldrei að greiða niður. Þessar stofnanir sem ræðir eru þjónustumiðstöðin og félagslegar íbúðir. Í fjárhagsáætlun 2021 gert ráð fyrir framlögum upp á 113 milljónir rúmar og það lækkun upp á tæpar 80 milljónir milli ára og munar það mestu ekki gert ráð fyrir sömu framlögum til hraunbúða þar sem fyrirhugaðar breytingar eru á rekstrarfyrirkomulagi en það mun skýrast á milli umræðna eins og áður getið. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld. Undanfarin ár hefur Vestmannaeyjabær búið við þann munað ólíkt flestum sveitarfélögum landsins að nettó niðurstaða fjármagnsliða jákvæð. Í fjárhagsáætlun ársins gert ráð fyrir að nettó niðurstaða fjármagnsliða verði jákvæð 130 milljónir rúmar og hjá samstæðinu gert ráð fyrir að nettó niðurstaða fjármagnsliða verði 133 milljónir eða hækkun 6,1% sem eru 7,6 milljónir milli ára. Aðrir sjóðir A-hluta. Eignasjóður. Eignasjóður heldur utan rekstur allra fasteigna Vestmannaeyjabæjar fyrir utan þær íbúðir sem eru í félagslega íbúðakerfinu. Allar leigutekjur eignasjóðs nema leiga á annarri hæð á Ægisgötu 2 til þekkingarseturs eru innri leiga stofnana bæjarins. Lagt upp með að rekstur eignasjóðs sé sjálfbær ef útlit fyrir að það gangi ekki eftir hefur það í för með sér hækkun á innri leigu. Við fyrri umræðu gert ráð fyrir rekstrarafgangi hjá eignasjóði upp á 59.000. Þjónustumiðstöðin. Rekstur þjónustumiðstöðar áætlaður tæplega 156 milljónir sem á pari við áætlun 2020. Hlutverk þjónustumiðstöðar margþætt og nauðsynleg stoðþjónusta við stofnanir og rekstur sveitarfélagsins. Starfsmenn þjónustumiðstöðar sinna meðal annars fráveitu, hreinsun á fráveitunkerfum, hreinsunar
málum almennt, jólaskreytingum, umferðarmálum og auðvitað allskyns tilfallandi verkefnum. Að auki er þar að finna rekstur sumarstarfsfólks, aðstoð við ýmsa viðburði í bænum og ferðaþjónustu fatlaðra sem þjónustu að starfsmönnum þjónustumiðstöðvar. Þá komum við að B-hluta samstæðunnar og byrjum á Hafnarsjóði. Hafnarsjóður hefur orðið fyrir verulegum beinum áhrifum af völdum COVID-19, bæði vegna fækkunar farþegaskipa en ekki síður vegna breytinga á fiskmörkum, aðallega með ferskar afurðir. Tekin var ákvörðun í bæjarstjórn í vetur að ráða hafnarstjóra og í framhaldinu að skoða breytingar á skipuriti hafnarinnar. Gert er ráð fyrir 15 milljónum króna í fjárhagsáætlun til viðbótar við launalið hafnarinnar vegna þessa. Tekjur hafnarinnar eru varlega áætlaðar og gert er ráð fyrir að rekstrarafgangur Hafnarsjóðs verður upp á 26,5 milljónir króna. Hraunbúðir. Á undanförnum árum hafa rekstrargjöld, dvalar- og hjúkrunarheimilis hraunbúða verið umfram tekjur af daggjöldum sem eru ákvörður einhliða af ráðherra heilbrigðismála. Samkvæmt lögum er það skylda ríkisins að greiða rekstrarkostnað dvalar- og hjúkrunarheimila og hefur Vestmannaeyjabær í nokkur ár leitað leiðréttingar daggjalda án árangurs. Árið 2016 var undirritaður samningur við Sjúkratryggingar Íslands til að tryggja til 2 ára framlag til þjónustu og dvalar hjúkrunarrýma á hraunbúðum. Samhliða þessum þjónustusamningi var undirrituð kröfulýsing þjónustuna. Samningur við SÍ jók tekjur hraunbúða en leið jókst kostnaðurinn vegna kröfulýsingar ríkisins. Skrifað var undir nýjan samning í lok ársins 2019. Allt árið 2019 var engin samningur í gildi. Sá samningur uppfyllti ekki væntingar sveitarfélaganna en það var mat sveitarfélaganna, þetta er rammasamningur og við erum hluti af því, að það sé betra að hafa samning frekar en ekki, þar sem slíkur samningur tryggir þó einhverjar aukagreiðslur eins og svo sem ef að heimilismenn þurfa mjög dýr hjálpartæki eða lyf, að þá kemur aukagreiðsla vegna þessa. En ef það ár sem samningurum var ekki í gildi þá bárust þær greiðslur ekki. Það var bent á að það var ekki samningur fyrir hendi. Ótækt er að Vestmannaeyjabær greiði tugi milljóna miðað við ár hvert með þjónustu dvalar- og hjúkrunarheimilisins sem ríkinu ber að greiða fyrir. Þar sem ekki hefur náðst samkomulag við ríkið viðbótargreiðslur rekstur hraunbúða, sá Vestmannaeyjabær sér ekki annan kost í stöðunni en að segja upp samningnum frá með 1. janúar 2021. Viðræður hafa staðið milli Vestmannaeyjabæjar og Sjúkratrygginga Íslands uppsöfnun og yfirfærsluna til ríkisins og er að vænta niðurstöðu þeirra viðræðna á næstu dögum. Í fjárhagsáætluninni er gert ráð fyrir að rekstur hraunbúða færist til ríkisins og greiðslu Vestmannaeyjabæjar til heimilisins lækki sem því nemur. En eins og áður hefur sagt, þá munum við fara betur yfir það á milli umræðna. Vestmannaeyjaferjan Herjólfur ohf. Áætlað er að rekstrarafkoma Herjólfs verði á 0 í fjárhagsáætlun 2021. Viðræður standa yfir milli Vegagerðarinnar og samninganefndar Herjólfs ohf. Fjárhagsörðugleika félagsins og greiðslu ríkisins með starfsemi Herjólfs. Gert er ráð fyrir að hugsanlega breytingar og rekstrarafkomu skýrist milli umræðna og verða þær teknar inn við síðari umræðu fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar. Gjaldfærðar og eignfærðar sérsamþykktir og önnur áhersluverkefni. Í fjárhagsáætlun er lögð fram til fyrri umræðu með gjaldfærðum og eignfærðum sérsamþykktum, framkvæmdum og fjárfestingum. Hins vegar eru ekki allar gjaldfærslur inni, meðal annars samningar og nokkur átaksverkefni sem ákveður hefur verið að taka afstöðu til af bæjarfulltrúum á milli umræðna. Það er þó hægt að átta sig nokkuð vel á heildarumfangi áætlunarinnar og pólitískum áherslum strax við fyrri umræðu. Við fyrri umræðu er gert ráð fyrir 975 milljónum tæpum til eignfærðra framkvæmda á árinu 2021 og reiknaði með framkvæmdum á næsta ári ljúki framkvæmdum við Heiðaveg 14, nýja slökkvistöð og stórbætta aðstöðu við þjónustu miðstöðina. Og er áætlað 265 milljónir í þá framkvæmd. Gert er ráð fyrir að flutt verði inn í þjónustukjarna fyrir fatlaða við Strandveg 26 mitt næsta ár og er gert ráð fyrir í heildina í þá framkvæmd 90 milljónum í fjárhagsáætluninni. Þá er gert ráð fyrir
að reikna með að búningsklefar við Hásteinsvöll verði kláraðir fyrir næsta keppnistímabil og það upp á 65 milljónir og að mið- og efsta hæð Ráðhússins við Stakkagerðistún og það gert ráð fyrir 180 milljónum í þá framkvæmd. Mikilvægt að húsin sé sýndu sómi og framkvæmdum sé lokið fljótt og vel. En þær eru margar aðrar framkvæmdir sem að haldið verður áfram með, þetta aðeins nokkrar þeirra. Einnig verður haldið áfram á uppbyggingu Hamarsskóla sem tekist hefur mjög vel það sem af og mikil ánægja með meðal bæjarbúa og sérstaklega nemandana sem njóta. Gert ráð fyrir að hefja hönnun á viðbyggingu við Hamarsskóla á árinu 2021. Vinnu við undirbúning Hamarsskóla hefur seinkað þar sem aðstæður vegna COVID hafa hamlað þeirri vinnu. Stefnt að því að ljúka hönnun byggingarinnar á næsta ári. Horft til þess að halda úti háu framkvæmdastigi til að hægt sé að skapa atvinnu í Vestmannaeyjum og eru verkefni valin með það í huga. Við fyrri umræðu innborgun á sorporkustöð ekki inn í eigfærðum framkvæmdum. Vegna óhagstæðra gengisþróunar hefur sorporkustöðin hækkað 100 milljónir frá því tilboð var fengið í hana fyrir nokkrum árum. Beðið nýrra tilboða. Innborgun á nýja sorporkustöð skapar ekki störf í Vestmannaeyjum á næsta ári en enga síður nauðsynlegt verkefni og horft til þess nú að fresta því 1 ár í mesta lagi. En þess í stað verður hafin vinna við plan og annað í kringum stöðina. Þá umfjöllun eigfæra framkvæmdir í þessum hluta lokið en snúum okkur að gjaldfærsluverkefnunum. Þau eru upp á 247 milljónir rúmar árið 2021 og má þar nefna eftirtalin verkefni eins og að gert ráð fyrir 11 milljónum í verkefni Viltu hafa áhrif og verður það kynnt við seinni umræðu. Mun bæjarráð fara yfir umsóknir sem bárust í það núna á milli umræðna og þar einstaklingum og fyrirtækjum og félagasamtökum gefið tækifæri á að hafa áhrif á bæinn sinn með umsóknum fjárstyrki og ábendingar eða tillögur hvað megi betur fara. Alls bárust 26 umsóknir og margar góðar ábendingar að þessu sinni. Verkefni sem frá styrk verða kynnt eins og áður sagði við síðari umræðu fjárhagsáætlunar og styrkirnir verða svo afhentir í kjölfarið. Eitt af verkefnum sem við höfum verið og drögum fram hérna í gjaldfærum verkefnum heilsuefling eldri borgara sem við erum með í gangi. Það á að setja aukið fjármagn í uppbyggingu upplýsingamála við GRV til að flýta því verkefni á 15 milljónir, byggja upp leikvelli í íbúahverfum fyrir 12 milljónir, halda áfram með átak í gönguleiðum, svo eitthvað sé nefnt. En nú þessari yfirferð lokið, en ég endurtek það sem ég áður sagði að fjallar verður hugsanlegar breytingar á tekjuáætlun næsta árs. Sérstaklega það sem hliðsjón af framlögum og jöfnunarsjóði. Það verður einnig farið í á milli umræða sérstaka samninga og átaksverkefni sem hefur verið beðið með að taka afstöðu til, kerfislegar breytingar og aðrar minni háttar breytingar á fjárhagsáætluninni geta orðið að sjálfsögðu á milli umræðna. Mikilvægt að framkomi við rekstur sveitarfélagsins verði lögð áhersla á ábyrg fjármál og hagkvæman rekstur en ekki síður góða þjónustu. Eins og áður hefur margoft komið fram ríkir mikil óvissa. Atvinnuhorfur, áhrifin á heimsfaraldrinum og tekjurnar og gjöld bæjarins og svo auðvitað stóra spurningin hvort að það verði loðnuvertíð. Við höfum verið með loðnubrest undanfarin 2 ár og bindum auðvitað mikla vonir við að það verði loðnuveiði. Ljóst að þessir þættir hafa mikil áhrif á fjármál bæjarins á næsta ári og mikilvægt að fylgjast áfram vel með og reglulega þróun þessara mála. Rauði þráðurinn og meginþunginn verður að tryggja rekstur bæjarins og geta áfram veitt þá góðu þjónustu við bæjarbúa sem bæjarinn hefur lagt áherslu á undanfarin 2 ár. Í Vestmannaeyjum gott að búa, falleg náttúra og mikil samheldni eins og dæmin sanna nú í vor. Með ennþá betri umgjörð og góðri þjónustu stefnt að því að svo verði áfram. Hér eru tækifæri til að gera marga góða hluti og vil ég þakka bæjarbúum fyrir þá samheldni og samvinnu sem þeir sýndu og sýna við að takast á við veiruna í vor og nú á þessu hausti.
Þá vil ég jafnframt nota þetta tækifæri og þakka starfsfólki Vestmannaeyjabæjar þeirra framlag í þessu óvenjulega ástandi á þessu ári og auðvitað þeim starfsmönnum sem unnu að gerð fjárhagsáætlunar og öllum þeim sem komu að henni. Í ljósi aðstæðna á heimsvísu óvissan mikil hér sem annars staðar. En það sem skiptir máli á tímum sem þessum að huga að íbúum, fyrirtækjum og þeim verkefnum og tækifærum sem eru til staðar til þess að koma okkur út úr þessum aðstæðum. Margt getum við gert persónulega hvert og eitt, til dæmis með því að huga að eigin sóttvörnum. En við getum sem bæjarstjórn líka gert margt. Það okkar stóra verkefni á þessum tímum. Ég veit að við bæjarfulltrúar höfum öll sama markmiðið, það að vilja veg Vestmannaeyja sem bestan og skapa tækifæri og getu til að takast á við allar áskorunarnar framundan. Þetta ástand tekur enda og þá von á bjartari tíð. Forseti, ég þá lokið máli mínu. Já, ég þakka Íris Róbsdóttur fyrir þetta. Og ég held að ég sé þá með hér umbókun í framhaldi af erindi bæjarstjóra. Það eins og fram hefur komið í framsögu bæjarstjóra fjárhagsáætlun 2020 þá mikil óvissa framundan og gæti fjárhagsáætlun tekið þó nokkrum breytingum á milli umræða. Álagsprósenta fasteignaskatts óbreytt á milli ára. Við fyrri umræðu tillögum að hækka ekki gjaldskrá fyrir þjónustu Vestmannaeyjabæjar milli ára, leikskólagjöldum, matarkostnað fyrir börn í grunnskóla og hjá eldri borgurum dagvistunargjöld. Mikilvægt að huga að í þessu ástandi að stilla í hóf opinberum álögum eins og kostur til að auka kaupmátt og kjarabætur lágtekjuhópa. Í fjárhagsáætlun sömuleiðis gripið til margra háttaða aðgerða til að bæta þjónustu við unga jafnt sem aldna í sveitarfélaginu. Aukið fjármagn í stoðþjónustu, leik- og grunnskóla, áherslu á snemmtæka íhlutun, haldi áfram með tölvu- og upplýsingamál, heilsueflingu og eldri borgara og áframhaldi með átak í aðgengismálum. Allt þetta miðar að því að bæta lífsgæði og auka ánægju íbúa í Vestmannaeyjum og að nýta tekjur sveitarfélagsins á ábyrgan hátt og skilvirkan hátt til þjónustu við bæjarbúa. Í fjárhagsáætlun gert ráð fyrir stöðu hafnarstjóra sem bæjarstjórn hafði áður samþykkt. Á sama tíma gætt að því að fara vel með opinbert fé en að veita góða þjónustu. Mikilvægt að hlúa að starfseminni. Þannig að þetta er þá þessi innbókun sem fylgdi framsögu bæjarstjóra og ég vil fá að nýta tækifærið og þakka bæjarstjóra og starfsfólki bæjarins sem hafa komið að þessari vinnu. Nú þá komið að því að Njáll Ragnarsson takið til máls. Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti. Ég vil byrja því að þakka bæjarstjóra fyrir góða yfirferð á fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 og sömuleiðis færi ég starfsliði bæjarins og þá einkum og sér í lagi fjármálastjóra og framkvæmdastjórum fyrir þá miklu vinnu sem að þeir hafa staðið í að undanförnum eins og yfirleitt á þessum árstíma. En það ánægjulegt að nú séum við að ræða hér fjárhagsáætlun við fyrri umræðu fyrir árið 2021 og sérstaklega í ljósi þess að gert ráð fyrir að rekstur á bæjarsjóði verði hallalaus og þrátt fyrir þann heimsfaraldur og öllu því sem honum tilheyrir þá það kappsmál, að minnsta kosti mitt og okkar, að standa vörð þá þjónustu bæjarins og einkum að sér í lagi við ungt fólk og barnafjölskyldur, aldraða og í rauninni bæjarbúa allra. Og það ætti að vera kappsmál bæjarstjórnar að halda álögum á alla bæjarbúa lágum á sama tíma og það hefur verið og þetta hefur verið náttúrulega stefna meirihlutans allt þetta kjörtímabil og kristallast í þeirri fjárhagsáætlun sem nú lögð fram. Og það ljóst að það ekki hægt að fara í kannski jafn metnaðarfullar framkvæmdir og maður hefði svona óskað sér í ljósi ástandsins og þeirrar óvissu sem nú ríkir og því fylgir. En engu að síður að þá gert ráð fyrir eignfærðum sérsamþykktum núna upp á tæpar 730 milljónir og þar meðal annars að finna framkvæmdir við nýju slökkvistöðina við Heiðarveg og það alltaf skemmtilegt að fara fram hjá nýrri slökkvistöð sem hún rís á ógnarhraða finnst manni þessa dagana.
alltaf gaman að keyra heiðaveginn og sjá hérna hvað það gengur vel að koma þessari stöðu upp og vonandi sjáum við hana klárast núna á næstunni. Og svo sömuleiðis sett mikið púður í áframhaldandi framkvæmdir við Ráðhúsið, við Ráðhússtöð, sem að mér finnst vera eitt glæsilegasta hús bæjarins og okkur ber, eins og bæjarstjóri sagði, okkur ber að standa vörð húsið og sýna því þá virðingu sem að það á skilið og þar af leiðandi sett hressilegt fjármagn í það að klára framkvæmdir við húsið eða halda þeim allavega áfram. Og svo langar mig líka að nefna eina fjárfestingu, því að ég tala nú mest hérna fjárfestingar en ætla nú ekki að hafa þetta langt að þessu sinni, en mér langar að nefna líka eina fjárfestingu sem að mér finnst ákaflega jákvæð og það rafbíll fyrir þjónustumiðstöð Vestmannaeyjabæjar. En þetta að ég tel í fyrsta skipti sem að í fjárhagsáætlun gert ráð fyrir kaupum á sérstaklega á umhverfisvænum rafbíl hjá Vestmannaeyjabæ. Þannig að þetta svona lítið skref sem að við stígum núna í þessa átt. Nú að lokum að þá vil ég nefna, eins og bæjarstjóri reyndar kom inn á, að þá fjármagn sem að fer í hönnun og viðbyggingu við Hamarsskóla, sem ákaflega jákvætt, enda held ég við getum sagt að heilu kynslóðirnar hafi beðið eftir að sú framkvæmd fari í gang og vonandi getum við, ef allt gengur eftir áætlun, að þá getum við hafið byggingu á árinu 2022 og húrra fyrir því. En mér langar, með leyfi forseta, að lesa upp tillögu sem að svo hljóðandi. Meirihluti EOH-lista leggur til að gjaldskrá Vestmannaeyjabæjar fyrir eftirtalda þjónustu hækki ekki fyrir árið 2021. Það leikskólagjöld, matarkostnaður fyrir nemendur í grunn- og leikskólum, dagvistargjöld, frístund og matarkostnaður eldri borgara. Mikilvægt á þessum tímum að halda álögum hóflegum eins og hægt sérstaklega varðar þá þjónustu sem hér upptalin. Ég læt þetta duga að þessu sinni, forseti, og þakka fyrir. Já, ég þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Hildur Sólveig Sigurðardóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil byrja á að þakka líkt og formaður bæjarráðs starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir þá miklu vinnu sem að ég veit að felst í fjárhagsáætlunargerð á hverju ári. Og hjá Vestmannaeyjabæ starfar mikill fjöldi af úrvalsstarfsfólki sem að tryggir að gangverkið okkar haldi áfram og hjól samfélagsins okkar haldi áfram að snúast þrátt fyrir þessa erfiðu tíma sem að við erum að ganga í gegnum og það aðdánavert. Vestmannaeyjar eru spennandi og líflegt samfélag sem hefur sannarlega upp á mikið að bjóða. Og við sem hér sitjum höfum kosið að setjast hér að og berum öll hag samfélagsins og íbúa fyrir brjósti, þrátt fyrir að nálgun okkar af því markmiði sé stundum örlítið ólík. Tækifærin hér í Vestmannaeyjum eru óþrjótandi. Þjónustustig hátt, vegalengdir eru stuttar og hér til staðar mjög fjölbreytt afþreying og félagsstarf. Líkt og kom fram í ræðu bæjarstjóra fjárhagsstaða sveitarfélagsins sterk. Þökk sé öflugum útsvarsgreiðendum í Vestmannaeyjabæ sem með atorkusemi sinni og ráðdeild kjörinna fulltrúa Sjálfstæðisflokksins undanfarin 3 kjörtímabil hafa skilað þeirri eftirsóknarverðu stöðu sem að sveitarfélagið stendur í dag. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hefðu talið eðlilegra að fresta fjárhagsáætlun umræðu þar sem að eins og komið hefur fram eru miklir óvissu þættir uppi á borð við framlög úr jöfnunarsjóði, á borð við samninga vegna reksturs hraunbúða sem ekki lokið og samninga reksturs Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs ohf. Það eru klárlega miklir óvissu þættir og því erfitt að sjá hvernig
í rauninni lokastaðan verður og gerir auðvitað alla áætlunargerð erfiða. Og auðvitað hafa verið gefnar út heimildir til slíks vegna aðstæðna. En í dag eru miklar blikur á lofti. Við höfum oft sagt það hér í þessum ræðustól þegar hætta á aflabresti að séu blikur á lofti og aðstæður séu erfiðar en nú eru auðvitað aðstæður töluvert öðruvísi en við höfum áður staðið frammi fyrir. En eins og svo oft áður þá búum við afar vel af því að vera sveitarfélag sem byggir okkar lifibrauð á sjávarútvegi, lífæðin okkar. Enn og aftur sýnir sjávarútvegurinn okkur hversu mikilvægur hann er fyrir afkomu sveitarfélagsins og fyrir afkomu þjóðarinnar í heild sinni. En það er ekki síður mikilvægt að á síðustu 3 kjörtímabilum hefur verið haldið afar vel og á ábyrgan hátt fjármál sveitarfélagsins. Bæjarbúar hafa með kröftum sínum og dugnaði byggt upp öflugt sveitarfélag og kjörnir fulltrúar síðustu 3 kjörtímabila lagt mikla áherslu á að veita sem öflugasta þjónustu og mögulegt er á hverjum tíma á sem mögulega hagkvæman hátt. Því að peningar falla ekki að himnum ofan í sjóði sveitarfélagsins. En því miður virðist þessi meirihluti sem hér stýrir vera að einhverju leyti að missa tökin á rekstrinum á ekki skemmri tíma en svo. Aftur er gert ráð fyrir að tekjur dugi ekki fyrir gjöldum sveitarfélagsins ef ekki væri fyrir fjármagnstekjur sveitarfélagsins sem eru einmitt ávöxtur ábyrgrar fjármálastjórnar síðustu 3 kjörtímabila og samkvæmt 3 ára fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir því sama næstu 3 ár að fjármagnstekjur brúi það bil á milli gjalda og tekna. Hér stefnir allt í miðað við þá fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram að ársreikningur 2021 fyrir Vestmannaeyjabæ muni verða gerður upp með tapi. Það var ekki gerst síðan ársreikningur 2006 var gerður upp. Og það sem einkennir það er að þá voru vinstri menn við stjórnvölinn. En blessunarlega var í kjölfarið kosinn nýr meirihluti sem sneri blaðinu algjörlega við og skilaði hverjum ársreikningnum á fætur öðrum með afgangi. En nú blasir önnur staða við. Búið er að Sorpborgustöðin verður ekki lengur innan gert ráð fyrir fjármagni vegna hennar. Búið er að losa sig við rekstur hraunbúða sem léttir heldur betur með sveitarsjóði en samt á að halda áfram að þenja og þenja. Auka stöðugildi en hvar á að hagræða. Það er farið að kaupa meira húsnæði, fleiri fasteignir sem þarf að reka og það kostar fjármuni. Hvar eru hagræðingaraðgerðir þessa meirihluta? Hvernig á að halda rekstrinum í jafnvægi? Hugsanlega þykir meirihlutanum of stutt í næstu kosningar og því þurfa að passa að styggja engan og helst að gera allt fyrir alla. En slík viðhorf geta verið hættuleg. Af hverju ætti sveitarfélagið að sitja á miklum sjóðum, spyrja kannski einhverjir sig. Þessi sjóðir hafa einmitt gert þessu meirihluta kleift að klára síðustu fjárhagsáætlanir réttu megin við núllið. Því fjármagnstekjur af innistæðum sveitarfélagsins ná að koma tekjum sveitarfélagsins réttu megin. Við stórar framkvæmdir sem að sveitarfélagi hefur þurft að fara í og við erum í miklum framkvæmdum núna sem að ganga gríðarlega vel, að þá hefur munað minna að geta sótt í eigin sjóði í stað þess að vera greiða dýra vexti af lánum. Það er til mikils að vinna að eiga sjóði til að sækja í, til dæmis þegar við viljum byggja við Hamaskólann og hagræða þannig rekstrinum eins og við sjáum að gerast nú við flutning frístundar yfir í Hamaskólann. Samt átti formaður bæjarráðs afar erfitt að átta sig á málflutningi okkar sjálfstæðismanna þegar við vorum að reyna að koma honum í skilning það hvernig það væri hagræðing að hafa alla starfsemi bæjarskrifstofa undir einu og sama þakinu. En kannski skilur hann það núna þegar hann hefur dæmin ljóslifandi fyrir framan sig. Ég mun ekki geta samþykkt fjárhagsáætlun þar sem augljóst að menn vaða út í óvissuna með bundi fyrir augu og eyru og láta sem lítið sé.
halda áfram að dæla út stöðugildum en undanfarin ár hefur verið sett á stokk stöðugildi fjölmenningarfulltrúa, stöðugildi tómstund- og æskulýðsfulltrúa, stöðugildi skipulags- og umhverfisfulltrúa og ný tímabundin stöðugildi sem ekki eru auglýst. Og nú stendur til að útbúa heilt nýtt svið og setja á stokk nýja stöðu hafnarstjóra sem kostar 15 milljónir á ári líkt og kom fram í framsögu bæjarstjóra, þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir 50 milljóna tekjuskeringu hafnar frá fjárhagsáætlun í fyrra. Þessi meirihluti hefur misst sjónar á því að tekjur þurfa að standa undir gjöldum. Annars verið að skerða möguleika sveitarfélagsins til framtíðar. Jafnvægisregla sveitarfélaga eins og kveður á í reglugerð fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga segir að til að ná markmiðum laga fjárhagslega sjálfbærni og jafnvægi í rekstri skulu sveitarstjórnir tryggja að samanlögð heildarútgjöld til rekstrar vegna A- og B-hluta í reikningsskilum sé á hverju 3 ára tímabili ekki hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum. Með því að skila fjárhagsáætlun tæpum eða jafnvel í neikvæðri væri verið að vega fjárhagslegri sjálfbærni sveitarfélagsins og skerða möguleika þess til framtíðar. Ég vil einnig nota þetta tækifæri og gagnrýna þau svör sem ég fékk seint frá bæjarstjóra við fyrirspurn minni sem var send klukkan 8 á þriðjudagsmorgun. Þar óskaði ég eftir afar einföldum tölulegum upplýsingum kostnað á bak við nýstofnun stöðugildi, upplýsingum af hverju ekki væri samþykkt innan stjórnsýslunar formlega aukning á stöðugildum sem búið væri að setja á stofn, upplýsingum af hverju ekki væri auglýstar tímabundnar ráðningar sem að öllum líkindum væri hugsaðar til lengri tíma. Ég fékk þau svör að flestum þessum spurninga yrði svarað í framsögu bæjarstjóra en því sem yrði ekki svarað þar yrði kannski svarað í dag eða síðar og var gert núna síðdegis í dag rúmum 2 klukkustundum fyrir bæjarstjórnarfund. Það er alveg augljóst að hér á sér stað bláköld hindrun meirihlutans og það kannski frekast bæjarstjórans þar sem hún er svo eina sem ég má víst spyrja þessa dagana að upplýsingum. Af hverju er ekki hægt að svara einföldum tölulegum upplýsingum skjótt í tölvupósti? Af hverju þarf ég að bíða í rúma 2 sólarhringa eftir að fá svör við einföldum spurningum í framsögu bæjarstjóra? Vill bæjarstjóra ekki að bæjarfulltrúar minnihlutans komi nægilega vel undirbúnir á fundi bæjarstjórnar? Og enn og aftur upplifum við tvískinningin í því sem reynt var að halda fram í aðdraganda kosninga, meira gegnsæi, aukið upplýsingaflæði. En þegar upp er staðið þarf ég að bíða eftir ræðu bæjarstjóra og opnum bæjarstjórnarfundi til að fá upplýsingar þær spurningar sem beðið svara Og þá kannski er ágætt að vísa í nýsamþykktri bæjarmálasamþykkt þar sem kemur skýrt fram með leyfi forseta. Vegna starfa sinna í bæjarstjórn á sér hver bæjarfulltrúi rétt á að kynna sér gögn og upplýsingar sem fyrirliggja í stjórnsýslu bæjarfélagsins og varða málefni sem koma geta til umfjöllunar í bæjarstjórn. Bæjarfulltrúi skal eiga eðlilegan aðgang að skrifstofustofnunum og starfsfólki bæjarfélagsins í þeim tilgangi að kynna sér starfsemi bæjarfélagsins og rekstur. Bæjarfulltrúi skal beina þeim beiðni aðgang að gögnum til bæjarstjóra sem veitir honum afrit af gögnum, upplýsingum og öðru aðgengi. Og ég vildi bara nýta þetta tækifæri til þessa. Ég hugsa að ég láti þetta staðarnumi hér í bili. Takk. Já, ég þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Nú áður en ekki að orðið laust áfram, þá vil ég bara ítreka við bæjarfulltrúa að senda bókanir og tillögur, forseta og ritara ef að slíkt er. Nú þegar bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson hefur gert það meðal annars með þessari tillögu sem bara upp áðan, þannig að svo að það gleymist ekki. Nú, svo ég vil jafnframt upplýsa bæjarfulltrúa það að sjálfsögðu er engin tímamörk í umræðu undir þessum lið fjárhagsáætlun, en það gildir öðru leyti að tala tvisvar eins og kemur fram í fundarskapanum. En eins og það segir, orðið er laust og það er Trausti Hjaltason. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Það er alltaf gaman að taka þátt í umræðum fjárhagsáætlun og við sem erum í pólitík við
við erum þarna að glíma við harðpólitískar ákvarðanir og hér kristallast pólitíkin svo vel og það gaman að geta svona farið víðan völl og kafa svona djúpt í þau mál sem menn vilja ræða og bara tek undir það sem hér hefur komið fram. Ég þakka starfsmönnum fyrir þessa vinnu. Ég veit að það gríðarlega mikil vinna á bakvið svona fjárhagsáætlanavinnu og það skiptir okkur afar miklu máli að hún sé gerð vel og góð fjárhagsáætlun grunnurinn að góðum rekstri, þannig að þakka fyrir það. Það var eitt og annað í þessari ágætu yfirferð bæjarstjóra í fjárhagsáætlunni sem að vakti svona athygli og sumt skemmtilegt og annað svona veldur áhyggjum. Kannski bara byrja á því að það einstaklega gaman að heyra að það sé nú þegar að menn séu nú þegar að finna fyrir rekstrarhagræðingu á því að fara með frístundina yfir í Hamarsskóla og það kemur ekkert á óvart en það bara gaman að það skuli vera að gerast og það svona brýnir okkur í því og sýnir það að það full ástæða til að fara í framkvæmdina á viðbyggingunum við Hamarsskóla og það veldur svona svolítið vonbrigðum í þessari fjárhagsáætlun að það eigi ekki að byrja þá framkvæmd heldur einungis vera með einhverja milljónir í hönnun og maður hefði viljað svona sjá meiri kraft í því að koma því af stað. En að sama skapi sýnir þetta líka það sem við höfum margoft rætt í bæjarstjórn á þessu kjörtímabili að það hefði verið hárrétt ákvörðun að fara með bæjarskrifstofurnar allar í eina byggingu og augljóst að það hefði verið hagræði í því. Það veldur áhyggjum að svona á þessu kjörtímabili hefur manni fundist vera að vanta svona svolítið stefnu varðandi fasteignir bæjarins og nú nýverið var auðvitað ákveðið að kaupa enn eina fasteignina, það var ákveðið að kaupa Íslandsbanka húsið og bæta þá í við fasteignir bæjarins og hefur mann svona fundist vanta svona aðeins meiri festu í hvað planið varðandi fasteignir bæjarins en hugsanlega einhver vinna í gangi með það sem á eftir að líta dagsins ljós en það alveg ljóst að það að bæta fasteignum það eykur við rekstrakostnað sveitarfélagsins, það liggur í augum uppi þannig að það svona punktur til bæjarfulltrúa, eitthvað sem við þurfum að skoða betur varðandi svona kjarnareksturinn sem að skoðar alltaf í fjárhagsáætluninni aðhlutin, þessi svona þar sem að við erum með skatttekjurnar og gjöldin, öll útgjöldin, þar sem þessi kjarnarekstur hvers sveitarfélags, þá auðvitað veldur það áhyggjum að aftur ætlum við að vera með fjárhagsáætlun þar sem að fjármagnstekjurnar, það er að segja tekjurnar, vaxtartekjurnar af sjóðunum okkar eru að koma okkur réttu megin yfir núllið, þá að skila þess að í mínus fyrir fjármagnstekjur. Vissulega eru fjármagnstekjur hluti af tekjunum en það er þannig að ef eitthvað klikkar, ef að fjárhagsáætlunin ef það eru miklar skekkjur í þessari fjárhagsáætlun til verri vegar þá ekki langt í mikinn hallarekstur og það er auðvitað eitthvað sem við viljum forðast í stu æsar og þannig að það er alveg ljóst að rekstur sveitarfélagsins þaninn alveg út í ítrasta og það komin tími á að hagræða það þó að það ekki kannski hægt að fela sig á bakvið það að það sé COVID komið og það sé að hafa svona gríðarlega slæm áhrif á rekstur sveitarfélagsins í Vestmannaeyjum og svona miðað við önnur sveitarfélag víðsvegar og annars staðar svona í heiminum þá eru sveitarfélag Vestmannaeyjar hefur ekki orðið fyrir jafn svona miklum skakkaföllum og víðsvegar annars staðar þannig að og við höfum líka eftir að taka inn aðra liði eins og mögulega Hraunbúðir og mögulega Herjólf og svona fleiri liði sem eru vissulega í B-hlutanum en það er svona þessi harðkjarnarekstur í A-hlutanum sem veldur manni áhyggjum og þar eru viðvörunarbjöllur fyrir okkur bæjarfulltrúa og eitthvað sem við ættum að hafa í huga þegar við erum að taka ákvarðanir aukna þenslu. Síðan kannski annað sem það sorpið og
núna erum við loksins að komast á þann stað að geta farið að fjárfesta í nýrri sorporkustöð og það hefur hingað til svolítið staðið á því að fá leyfi og umhverfismöt og annað sem hefur tekið gríðarlegan tíma að fá, en núna erum við vonandi að komast á þann stað að geta að fara að leggja kaup á nýja sorporkustöð og fara að koma því máli á skrið, en það er engin fjármunur áætlari þessar áætlun í kaup á nýrri sorporkustöð og ég held að það sé eitthvað sem er okkur mikilvægt og við getum ekki hlaupið frá og það er eitthvað sem við þurfum að fara í alveg sama hvað hver segir og ég held að það væri skynsamlegt að ef okkur gefst tækifæri að fara í það þá ættum við að gera það vegna þess að plássið í Herjólfi líka hann undir og í framtíðinni þó að Herjólfur sé kannski ekki kjaftfullur þessa dagana þá verður hann vonandi kjaftfullur þegar að framlíða stundir og þá er gott að vera komin nýja sorporkustöð og þurfum ekki að fara með jafn mikið sorp í gegnum Herjólf. Bara það eitt og sér er ákveðin rök fyrir sveitarfélagið og þó að aðalrökin séu þetta umhverfisrök og það er eitthvað sem verður ekkert gefin neinn afsláttur af og get svo sem tekið undir mig njáli að það er lítið skref að kaupa eitt rafmagnsbíl en sorporkustöðin er kannski stóra málið fyrir okkur sem erum í bæjarpólitíkinni og væri þá eitthvað svona raunverulegt sem við varum að gera í málunum. En svona kannski bara að lokum og að því að þetta eru svona heilt yfir búin að vera svona frekar þungir tímar árið 2020, ég held að sé flest ekki sammælt það að það sé búið að vera svona frekar þungt þá ætla nú kannski enda þetta aðeins á jákvæðu nótunum og ég held að við séum bara get tekið undir enda punktinn hjá bæjarstjórunum að það er maður hefur fundið fyrir samstöðu í bænum í veirunni og hvernig við höfum tekist á við hana og það er bara verið virkilega jákvætt og ég held að það sé, maður finnur að það er styrkur að búa í Vestmannaeyjum núna og COVID hefur svona hraðað þessari tækni sem hefur verið að fleyta á hraðri vegferð í samfélaginu og maður hefur séð að fólk sem er að vinna í fjarvinnu og er að taka störfi með sér til Vestmannaeyja, þetta er svona jákvæð þróun sem er að hraðast og þetta er á fleygiferð og þarna eru tækifæri held ég fyrir sveitarfélagið og það eru svo margir sjálfsagðir hlutir sem hvað segir maður, það er svona sjálfsögðu hlutir sem er ekki sjálfsagðir eins og bara að fá ferska sjávarloftið og geta komið út á mótnana og sé klettana á fjöllin og búað í öruggu samfélagi sem er gott fyrir börnin. Við erum með rosalega mikla þjónustu fyrir barnafjölskyldur eins og kom fram í framsögu bæjarstjóra þannig að ég held að þar séu gríðarleg tækifæri og þess vegna vil ég kannski bara fá að enda þetta á að leggja fram örstutta bókun sem að snýra aðeins að þessu og bara svona punktur inn í þessa fjárhagsáætlunarvinnu. Við erum auðvitað í fyrri umræðu og með leyfi forseta að fá að lesa upp örstutta bókun. Vestmannaeyjar eru kjörstaður til að fá ungt fjölskyldufólk til að flytja til Eyja og taka störf með sér sem hægt er að vinna í fjarvinnu. Mikil tækifæri eru að vera til staðar hvað þetta var á næstunni. Af þeim sökum var þetta mikils að vinna að setja fjármuni í slíka markaðssetningu á næstunni. Bókun lýkur og ég sendi þetta til þín forseti þannig að þú getur látið færa þetta til bóka hjá ritara. Þannig að ég hef lokið máli mínu. Takk. Já, ég þakka Trausta Hjaltasyni fyrir þetta og þá er bara orðið laust áfram ef að bæjarfulltrúar vilja taka til máls. Það er allavega bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir hefur tekið undir þessa bók og Trausta Hjaltasonar og einnig Helga Kristín Kolbeins, þannig að þetta er þá allur minnihlutinn sem stendur á bakvið þessa bókun. Og ég og ritari við bíðum spenntir eftir að þetta streymi hér í gegnum upplýsingakerfin og berist okkur í tölvupósti. Þá verður þetta fært inn eins og þetta var upplesið. En annars er orðið laust. Það var lesin upp hér ein tillaga áðan líka sem við eigum eftir að fjalla svo En kannski er þetta allt saman
mjög skýrt, þannig að það er ekkert að ræða þetta neitt meira í bili eða hvað. Það er Íris Róbertsdóttir sem hefur óskað eftir að fá orðið. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem eru að hlýða á fundinn. Mér langar að benda á að því bæði bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir og bæjarfulltrúi Trausti Hjartarson var tíðrætt hagræðingu í rekstri og að það væri rekstrarhagræði að fara með frístund inn í Hamraskóla og ég bara fagna því og tek undir það, en það var líka hagræðing í því að fara með Féló niður á Strandveg. Það var nú aðeins dýrum þá ákvörðun á sínu tíma, en það var fólst líka í því rekstrarhagræði svo því sé haldið til haga. Og mér langar að það hefði verið gott, það kom fram í máli Hildur Sólveigar Sigurðardóttur að það hefði verið fínt að fresta umræðinu fjárhagsáætlunina fyrri. Ég hefði bara gjarnan viljað fá að heyra það frá fulltrúa minnihlutans. Það kom ekki fram í bæjarráði, kom ekki fram á vinnufundunum óskum að þessari umræðu yrði frestað. Við ræddum það aftur á móti að við gætum þurft að fara í talsverða vinnu á milli umræðuna. Mér finnst svolítið sérstakt að henda því fram hér á fundunum þegar búið að leggja fram fjárhagsáætlunina og fara yfir hann í bæjarráði og halda 2 vinnufundi, að koma að segja þá að bæjarfulltrúi, allavega minnsta kosti Hildur Sólveig Sigurðardóttir, hún talaði nú að við, þannig ég reikna með að séu þau öll 3, hefðu viljað fresta þessu, það er bara fínt að fá að vita það, þá hefðu við bara getað rætt það, en við rættum aftur á móti að það eru margir óvissuþættir, en ég get allavega upplýst bæjarfulltrúi það að það er engar 100 milljónir að koma frá jöfnunarsjóði. Það eru kannski á bilinu 25-30 sem við eigum vona, en það er ekki víst. Man getur ekki haldið í það fyrir en að áætlunin kemur, en það eru fjárhæðirnar ef þessu verður skipt eftir útgjaldajöfnunarframlaginu. Annað, bæjarfulltrúi Trausti Hjartarson talar að það hefur verið gott að það verið setja meiri kraftur í Hamraskóla. Við vildum öll setja meiri kraft í Hamraskóla, en við ræddum það, bæjarfulltrúarnir á fundi, að það er ekki raunhæft nema að reyna að klára hanna skólan á næsta ári. Vinnan við undirbúningin, hún er búin að frestast næstu því heilt ár. Það er verið með þarfagreiningavinnu, það er verið með hópa, það þarf að hanna skólan og þetta er við bara vonumst til þess að við getum klárað hönnunina. Og það er mjög sérstakt eins og það hafi eitthvað verið val að setja ekki meiri kraft í verkefni. Ég bara frekar hissa á þessu, þannig að við höfum verið algjörlega samstíg í þessu verkefni og við höfum öll viljað að við höfum getað haldið betur áfram með þetta verkefni á næsta ári. En þetta er bara raunhæft, við lengra komumst ekki á næsta ári. Ég hnaut eitt í ljósi þess að ég hlustaði nú Trausta var tíðrætt það er verið að þenja upp báknið og það er alltaf verið að þenja upp báknið og það getur vel verið að það sé hans mat að það sé verið að þenja upp báknið þegar við veitum 14% af íbúum Vestmannaeyjar þjónustu í gegnum fjölmenningarfulltrúa. Ég lít ekki þannig á það til dæmis. En það átti samt sem áður að bíða með hraunbúðir og við erum líka búin að fara yfir það. En það er algjörlega ljóst að það er búið að segja upp samningnum og það er ekkert að gerast. Þannig að það verða kannski einhverja tilfærslur sem við ræðum á milli. En það er ekki, bæjarstjórn hefur ekki tekið ákvörðun að taka á sig 120 milljónir sem það geti orðið upp í 150 á næsta ári með hraunbúðir. En auðvitað eigum við eftir að ræða það á milli. En mér fannst sérstakt að hann nefndi líka Herjólf. Að við vissum ekki hvað yrði með Herjólf. Ég ætla rétt að vona það að engin bæjarfulltrúi sé að halda það að við séum að fara að taka á okkur að greiða niður samgöngurnar hérna á milli. Þannig að ég hlýta bara getur vel verið mér hafi misheyrst, en hann nefndi líka Herjólf. Þetta eftir að koma í ljós með Herjólf á milli umræðina. Ég ætla rétt að vona að Herjólf verði bara ennþá á 0 á milli umræðina. Og svo finnst mér líka annað og mér finnst svolítið skrítið að þurfa að leiðrétta þetta aftur, það sem hefur verið að tala afganginn á A-sjóði fyrir fjármunatekjur vegna þess að við fórum í gegnum þetta. Það var breytt fyrirkomulaginu á milli A-hluta og B-hluta 2017. Við bókuðum þetta í fyrra. Þá voru framlögin til A- og B-hluta fyrirtækjana færð til. Núna eru framlög inn í A-hlutanum til B-hluta fyrirtækja upp á 113 milljónir. Ef þú tækir þau út eins og var áður fyrr á tímabilinu sem að bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir vísaði til, ef að það er tekið út þá sjáu þið hver hagnaðurinn yrði af A-hlutanum, þá bætir við 113 milljónum þar.
Þannig að maður þarf að bera saman epli og epli þegar verið að bera saman þessar tölur. En annars ég bara ánægð með Trausta, bæjarfulltrúa Trausta Hjaltason. Ég bara finnst bókunin þín fín og við ræddum þetta og ég bara sammála því að þetta það sem við eigum að horfa og þetta var eitt af því sem ég minntist á í framsögunni og þarna eigum við að horfa og ég vona bara við tökum þessa umræðu á milli umræðuna eins og við vorum búin að ákveða og ræða. Takk. Já, ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Nú orðið áfram laust undir þessum fyrsta dagskrárlið fjárhagsáætlun 2021. Helga Kristín Kolbeins, gjörðu svo vel, Helga. Forseti, bæjarfulltrúar gestir. Ég þakka fyrir framsöguna og vil líka þakka starfsfólkinu fyrir vinnuna sína. Þetta náttúrulega mjög miklir óvissutímar sem við erum á. Það ekki bara það að við búum í svona sjávarplássi sem að við byggjum tekjurnar okkar á veiðum og við vitum ekki hvernig þær fara, þá vonandi fara þær vel. Þá eru svo margir aðrir óvissutímar. Og þetta svolítið vont hvað óvissan mikil núna. Hún alltaf mikil hjá. En núna hún mun meiri heldur en venjulega. Þá hallar svolítið á ríkið. Við erum með mjög marga bolta á lofti. Við eigum eftir að fá að heyra frá ríkinu hvað þeir hafa hugsað sér að gera. Þetta allt svona í lausu lofti og það ekki kannski við okkur að sakast, heldur erum við að treysta á einhverja aðra aðila og okkur vantar ákvarðanir frá þeim. Og vissulega séu líka óvissutímar hjá okkur. Þetta vont og það ótrúlega það skulle vera hægt að gera áætlun frá þetta land. En óvissutímarnir eru margir og ég vil bara ítreka það að ríkið þarf kannski aðeins betur að koma til móts við sveitarfélögin og láta vita hvað þeir eru að hugsa. Ég vil lokið á því. Já, ég þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir þetta. Nú orðið áfram laust undir þessum dagskrárlið eða fleiri. Nú, ef það ekki fleiri sem vilja, já, það Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel. Þú ert á mute, Hildur. Takk fyrir ábendinguna, Kella. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, eins og hefur komið fram hér að þá vil ég kannski sérstaklega ræða eins og með Hamaskólann að það var auðvitað umræða í ráðinu og ef mér rekur, og ég held að mér reiki rétt minni til að þá var þessi tillaga fyrst lögð fram í fræðsluráði og stækkun Hamaskóla og henni hafnað og það tók tíma að fyrir meiri hlutann að koma með sína eigin tillögu sem var hægt að samþykkja. Þannig að það var auðvitað ákveðin tími sem að gekk á þar og það var auðvitað búið að setja á stokk byggingarnefnd fyrir verkefni, þannig að auðvitað og ég held að það sé gangi alveg þvert yfir línuna. Allir hefðu viljað að þetta verkefni væri komið lengra og við vitum það auðvitað með flutningi á starfsemi frístundaversins inn í Hamaskóla, það þrengir auðvitað að þeirri starfsemi og ég held að það sé nauðsynlegt og gott að heyra að það sé allavega áhugi fyrir því að keyra þetta verkefni hratt og vel, enda rík þörf á. Kannski aðeins varðandi hraunbúðir. Það hefur náttúrulega hraunbúðir hafa auðvitað verið stór hluti af okkar
reikning hefur verið að fara í að greiða með þessari þjónustu til þess að greiða þá þjónustu sem að við teljum að sé auðvitað þessum hóp sæmandi að því að við höfum ekki, sveitarfélagið hefur ekki verið að fá framlög frá ríkinu, líkt og kom fram í máli Helgu Kristínar, þá hallar á að ríkið greiði þau framlög sem því beri með þessari þjónustu. Og við höfum verið að greiða 100 milljóna til þess að geta veitt eldri borgurum okkar og þeim sem hafa byggt upp okkar samfélag viðunandi þjónustu. Nú búið að taka þessi ákvörðun að Vestmannaeyjabær hætti rekstri hraunbúða og þar með strikast út þessi upphæð sem eins og kom fram í máli bæjarstjóra 80 milljónir króna, þannig að ef við setjum dæmi upp þannig ef að það hefði ekki verið sagt upp þessum samningi þá værum við hér að horfa fram á fjárhagsáætlun sem væri 80 milljónir krónur í mínus að öllum líkindum. En auðvitað það eðlilegt að ríki greiði fyrir þessa þjónustu en að sama skapi það mikilvægt að í samningum við ríkið að það sé algjörlega fullkomlega tryggt að það muni á engan hátt þeir þjónustu þegar sem að þiggja þarna þjónustu finna fyrir því að það sé breyting á því hver að reka þetta að það verði ekki skerðing á þeirri þjónustu sem að búið að veita þessu fólki. Það væri náttúrulega algjörlega óásættanlegt ef svo væri. Varðandi húsnæðismálin eins og við höfum komið aðeins inn á að það var mikið talað í samhengi við kaup á Íslandsbanka að eins og var bent á að sveitarfélag ætti mikið af húsnæði og það væri þá tækifæri, einhverju bent á og það væri þá náttúrulega bara tækifæri til að selja eða gera eitthvað annað við önnur húsnæði sveitarfélagsins en hvergi hefur sú stefnumótun komið fram. Hvergi hefur í rauninni verið tekin einhver svona saman, einhver stefna eða hvað skuli gera við alltaf húsnæði sem að sveitarfélagið á og rekur, af því það íþyngjandi kostnaður og það líka eitthvað sem að hefur mikil áhrif á sveitarsjóð og ef það hægt að ná fram einhverja hagræðingu með því að sameina húsnæði, með því að selja eða leigja eða þess vegna rífa úr sig gengið húsnæði að þá auðvitað mikið til unnið með því. Þannig að það kannski líka eitthvað sem við höfum reynt að koma til skila. Svo auðvitað líka, eins og við komum hérna fram, öll þessi óvissa, hún erfið og hún erfitt að sjá fram í tíman hvernig þessu háttar. Þannig að við þurfum að stíga mjög varlega til jarðar með alla útgjaldaaukningu. Persónulega ég tel þessi engan veginn þörf á því að stofna nýtt stöðugildi hafnarstjóra. Menn hafa nýtt sér það að vegna mengunarmála og annars að þá sé nauðsynlegt að þessi staða hafnarstjóra. Ég tel núna með nýjum umhverfis- og skipulagsfulltrúa að þá sé klárlega hægt að hrinda af stað einhverju verkefni til þess og það náttúrulega búið að fara í gegnum í ráðinu mikla vinnu gagnvart þessu. Þannig að ég í rauninni held að þetta sé þvert á þar sem að gerast annars staðar. Við erum ekki við sjáum hafnarstjóra til dæmis yfir Faxaflóahöfnum, þar erum við að sjá höfnina á Akranesi, höfnina í Reykjavík og Grundartanga. Þannig að í rauninni umfangið á höfninni hér miðað við það að hafa stöðugildi hafnarstjóra tel ég ekki forsvaranlegt. En eflaust einhverju verkþættir sem alltaf hægt að bæta eins og í öllum rekstri og alls staðar þar sem verið að starfa. En ég ætla að fá með leyfi forseta að lesa upp eftirfarandi bókun. Hún hljóðar svo. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja ótímabært að leggja fram fjárhagsáætlun þegar enn mikil óvissa varðandi framlög jöfnunarsjóðs, fyrirkomulag reksturs hraunbúða og samnings við vegagerð vegna reksturs Herjólfs ohf. Einungis gert ráð fyrir tæpum 2 milljónum í rekstrarafgang og gengið verður á 240 milljónir af handbæru fé sveitarfélagsins. Ef ekki væri fyrir fjármagnstekjur sem ávöxtur ábyrgrar fjármálastjórnunar Sjálfstæðisflokksins,
yrði niðurstaða fjárhagsáætlunar neikvæð. Afsakið, ég þarf að fara hérna aftur inn í þetta. Afsakið, ég ætla að fara hérna aftur inn í þetta. Ef ekki væri fyrir fjármagnstekjur sem eru ávöxtur ábyrgrar fjármálastjórnar Sjálfstæðisflokksins yrði niðurstaða fjárhagsáætlunar neikvæð. Þensla, fjölgun stöðugilda og skortur á hagræðingu hefur íþyngjandi áhrif á rekstur sveitarfélagsins. Ekki gert ráð fyrir fjármögnun nýrrar sorporkustöðvar né að sveitarfélagi reki hraunbúðir á næsta ári. Þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir að Vestmannaeyjahöfn verði fyrir 50 milljón króna tekjuskerðingu á næsta ári, ætlar meirihluti HÍ-lista að stofna til enn frekari útgjaldaaukningar með stofnun stöðu hafnarstjóra eða 15 milljóna árlega. Á árinu keypti Vestmannaeyjabær húsnæði Íslandsbanka en engin stefnumótun hefur farið fram húsnæðisstörf sveitarfélagsins með það að markmið að selja, leigja eða rífa aðrar fasteignir til að draga úr rekstrarkostnaði. Augljós viðsnúningur á rekstri sveitarfélagsins birtist í þeirri fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram og sú fjárhagslega sjálfbæra staða sveitarfélagsins sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur unnið hörðum höndum síðustu 3 kjörtímabil á að koma á er nú ógnað. Þrátt fyrir að geta ekki samþykkt fjárhagsáætlunina hafa undirrituð lagt sig fram við undirbúningsvinnu hennar og komið sjónarmiðum sínum skýrt á framfæri við meirihluta hvað varðar meðal annars nauðsyn fjármögnunar og hönnun nýrrar viðbyggingu Hamarsskóla, uppbyggingu ljósleiðara og annarra brýnna verkefna til uppbyggingar samfélagsins til framtíðar. Bókun lýkur. Takk. Ég hef lokið máli mínu. Já, takk fyrir Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Það var þá Jóna Sigríður Guðmundsdóttir sem var búin að biðja orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég vil byrja á því að þakka fyrir skýra framsögn og þakka starfsfólki sem unnið hefur að þessari fjárhagsáætlun sem við vitum að liggur að baki margir tímar og mikil vinna. Ég ætla að fá að lesa bókun. Forseti. Mikil óvissa er í rekstri allra sveitarfélaga á þessum tímum og á það líka við Vestmannaeyjabæ. Sveitarfélög glíma við erfiðar áskoranir í rekstri og fjármögnun lögbundinna verkefna sem tilheyra lausafjárvanda, rekstrartapi og skuldasöfnun. Gert er ráð fyrir að staða bæjarsjóðs Vestmannaeyja verði þó áfram traust. Hins vegar munu áhrif af COVID-19 gera það að verkum að rekstrarafkoma bæjarsjóðs verði verri en undanfarin ár. Skýrist það aðallega af lægri tekjum og skertum framlögum úr jöfnunarsjóði. Ekki stendur til að skerða þjónustu við bæjarbúa, né heldur grípa til uppsagna starfsfólks. Áfram verður gert ráð fyrir háu framkvæmdastigi, meðal annars til að tryggja atvinnu og verkefnastöðu hjá fyrirtækjum í Vestmannaeyjum. En jafnframt til þess að ljúka við þær framkvæmdir sem voru á áætlun til að bæta þjónustu við bæjarbúa. Í fjárhagsáætluninni er lögð áhersla á ábyrga fjármálastjórn þar sem gætt verður aðhalds í rekstri bæjarins og varlega áætlaðum tekjur. Stefnt er að jákvæðum rekstrarafgangi, en er óvissa ákveðna þætti áætlunarinnar sem skýrist á milli umræðna. Það er markmið meirihluta og H-lista að þær áherslur og breytingar sem gerðar hafa verið á rekstri bæjarfélagsins á kjörtímabilinu séu til að bæta þjónustu við íbúa og gera sveitarfélögum kleift að sinna nauðsynlegum og lögbundnum verkefnum. En þeim fer sífellt fjölgandi vegna ákvarðana ríkisvaldsins þar sem fjármagn hefur ekki fylgt með. Bókun lýkur. Ég vil lokið máli mínu. Takk fyrir. Já, ég þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttir fyrir þetta. Og orðið er áfram laust undir þessum dagskrárlið. Það er fjárhagsáætlun 2021 fyrri umræða og það er Íris Róbertsdóttir sem hefur biðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar.
Mig langar aðeins að fá að bregðast við bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Mig langar að spyrja eiginlega hvað þeir eru að leggja til þegar þeir ræða það að þeim finnst ekki að fjárhagsáætlunin eigi að vera lögð fram. Þau höfðu öll tækifæri til að koma ábendingum ef þið þóttu hlutirnir ekki í lagi. Fulltrúi þeirra situr í bæjarráði og samþykkti að vísa áætlunin til bæjarstjórnar. Mig langar að spyrja fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn og sá sem situr í bæjarráði hvers vegna þessi, hvað ég að segja, viðsnúningur hafi orðið og hvers vegna ef að fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn, af hverju þeir komu þá ekki með þetta fram og óskuðu eftir því að þessu yrði seinkað. Við fórum yfir þetta allt saman og mér langar bara að fá skýringu að því ég skil þetta ekki alveg. Ég skil ekki þessa bókun, gagnvart þessu máli. En svo langar mig að segja annað. Að það að vera að ræða það að það eigi eftir að útskýra margt og gera það og það er alveg rétt. En eins og væntanlega bæjarfulltrúar vita, þá hefur sveitarstjórnarráðherra sett virkir aftur COVID-nefndina fjárhagsstöðu sveitarfélaga. Þannig hún er að vinna og það væntanlega skýrist eitthvað. Við sóttum frest til að skila fjárhagsáætlun. Ég sagði í upphafi að stefnt væri að því að taka síðar umræðina 3. desember. Við höfum frest til 31. desember eins og öll önnur sveitarfélög til að klára á fjárhagsáætlunargerðina. En svo langar mig að bæta einu við í ljósi þess hvað er verið að fara illa með fé og svona mati bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Það finnst mér mjög sérstakt að þeir skuli ekki minnast á ástæður þess að við leggjum til í þessari fjárhagsáætlun að fara ekki í sorporkustöðina. Það þarf að verkefni. Fyrir það fyrsta, þá erum við útrunnið tilboð. Í öðru lagi, út af gengisbreytingum, kostar stöðin 107 milljónum meira en þegar ákveðið var að fara í verkefni. Í þriðja lagi skapar sorporkustöðin að borga inn á hann í útlöndum á þessum tíma ekki störf í Vestmannaeyjum. Þetta er ábyrg afstaða til þess að nýta peningana og vænta þess að gengið lagist kannski aðeins. Við getum ekki fullyrt það, en mér finnst ábyrgðarlaust að taka þetta skref í augnablikinu. Og mér finnst þetta mjög sérstakt að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins láti þess ekki getir að þeir hafa þessar upplýsingar frá þeim sem stýra og að fara með þennan málaflokk í mörg ár, meðal annars starfsmaður sviðsins sem ráðið var sérstaklega inn til að hugsa þessi mál. Ég hef lokið máli mínu. Já, takk fyrir þetta. Íris Róbertsdóttir. Það er Helga Kristín Kolbeins sem hefur beðið orðið ekki svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur. Ég ætla að fá að svara bæjarstjóra þegar maður sér áætlunina svona fullbúna, eða sem sagt ekki fullbúna, heldur hvernig hún lítur út. Og það er rétt, það var rætt þetta, það var liður á fundi bæjarráðs á mánudaginn. Það sem var tekin ákvörðun að hafa enga umræðu ég get ekki sagt það, en það sem áætluninni var vísað til bæjarstjórnar án umræðu. Þannig að við vísuðum þessari fjárhagsáætlun til bæjarstjórnar. Þannig að umræðan fer fram hér. Þegar maður sér alla þessa óvissu þætti og veit að það eru alveg að fara að koma svör, þá væri náttúrulega betra að vita eitthvað aðeins meira. Óvissan er alltaf mikil í Vestmannaeyjum. Núna er hún enn meiri. Það eru mjög margir boltar á loft. Það er mjög mikið sem okkur öllum langar til að gera. Og við vitum svo lítið núna hvað við getum gert eða hvort við getum eitthvað gert. Það að fresta umræðunni, ég veit ekki hversu lengi við höfum þurft að fresta henni, af því að við ráðum ekki hraðanum. En það eru þessi þættir, eins og sorporkustöðin. Okkur vantar tilboð, tilboðin eru út úr runnin. Við vitum ekki hvaða tilboð við fáum núna, en það er mjög sárt að geta ekki farið í hana. Vonandi verður komið tilboð nýtt á milli umræðina, vonandi verður komið hvað við fáum í jöfnunarsjóðnum á milli umræðina, vonandi verður komið einhverjar áætlanir þannig að við getum séð hvernig tekjurnar hjá okkur í rauninni verða, vonandi verður búið að finna lóðinu.
Þannig að óvissan hjá okkur svo mikil núna. En ég skil vel að bæjarstjóri sé svolítið svektur yfir þessu vegna þess að það er náttúrulega búið að leggja alveg óhemja miklu vinna í þetta plagg. En það eru nokkrir þættir og margir þættir sem við vitum svo lítið akkurat núna. Og vonandi vitum við meira eftir einhverjar vikur, við vitum það ekki. Þannig staðan. Og við vitum alveg að gengið núna gífurlega óhagstætt. Vonandi lagast á næsta ári. Og náttúrulega ef við erum að kaupa þessa sorphörgustöð, þá erum við bara að kaupa hana eftir að leyfin eru fengin fyrir henni. Rekstrarleyfi ekki ennþá komið og það ennþá einhverju mánuðir í það og vonandi fæst þá verður jákvætt. Og við vitum líka að það engin störf sem fylgja þessum peningum sem við setjum í stöðuna núna. En maður sá núna hjá samtökum sunnlenskra sveitarfélaga að fiskeldið sem með samþykki frá okkur að byrja með fiskeldi var að fá styrk. Það skapar fullt af störfum og þeim seinkar líklega ef að sorphörgustöðin verður ekki klár. Við erum líka búin að tala sorphörgustöðin, hún þurfi líklega að vera minni þannig að hún getur verið starfrækt allt árið og það náttúrulega mjög jákvætt að slíkt komi upp og það bara komið upp ekkert mjög langt síðan. Og með Hamarsskóla við vitum líka að tíminn að hanna húsnæði að búa til skóla tekur langan tíma. En tímalínan hún gaf manni vissar væntingar að það væri hægt að flýta því. Þannig að þetta bara erfitt mál og þetta eru erfiðir tímar og við höfum staðið vel saman og þetta vona svo sannarlega við höldum því áfram og ég vona svo sannarlega að við fáum að vera áfram með í umræðinni fjárhagsáætlun og getum kannski veitt okkur aðeins meiri tíma til að ræða hana, en staðan einfaldlega þannig núna að það eru allir aðkreftir í tíma og við höfum kannski ekki getað veitt okkur þann tíma sem við þurfum til að ræða þetta. Ekki vegna þess að við viljum það ekki, heldur einfaldlega vegna þess að verkefnin sem við erum að sinna eru svo mörg. Það eru mjög fá okkar ekkert okkar sem bæjarfulltrúi í fullri vinnu, ekkert okkar. Og vinnuálagið bæði í störfunum sem við sinnum og í bæjarstjórn hefur verið mjög mikið þessa dagana og þessa undanfarna mánuði. Þannig að það ekkert skrítið þó að það sé margt óljóst, það alveg eðlilegt, en það vont að taka ákvarðanir akkurat þegar við vitum svona svakalega lítið. Ég hef lokið máli mínu. Já, takk fyrir þetta, Helga Kristín Kolbeins. Það hefur verið óskað eftir að fá orðið og svo hefur verið óskað eftir stuttu fundarhlé. Þannig að við byrjum á því að það Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég bara fá að bregðast aðeins við varðandi þessi sorphörgumál. Vissulega var okkur tjáð hvað lægi að baki. Ég persónulega ítrekkaði lagði eða lét í ljós áhyggjur mínar af því að þessu máli yrði frestað. Þetta auðvitað mikilvægt fyrir okkur að við séum ekki að vera að flytja sorpi með samgönguæðin okkar, teppa hana með sorpi og við höfum auðvitað eins og búið að koma hér fram, erum búin að vera að bíða eftir samþykki og viðbrögðum frá ríkinu, þannig að mér finnst það vont þegar það hallar á sveitarfélagið að geta ekki haldið áfram með þetta mikilvæga umhverfismál varðandi það að við þurfum að taka rökstuðningin inn í okkar bókun. Við erum bara í þessari bókun að vekja athygli á því að þarna verið að fresta fjármögnun sorporkustöðvar. Ég sé bara ekkert fít fyrstöðu, af hverju það ætti að vera eitthvað að og ef að bæjarstjóri vill rökstyðja það eitthvað frekar þá getur hann sjálfsögðu gert það í bókun. Takk.
Já, ég þakka Hildi Sólveig Sigurðardóttur fyrir þetta. Þá held ég að sé komið að við gerum bara stutt fundarhlé. Ég bið bara alla bæjarfulltrúa að þá að setja sig á mute á meðan og nýta þá tækifærið. Ég hugsa við stefnum á kannski 5 mínútur eða svo, þannig að við reynum að byrja aftur 20:15. Ég bið tæknimanni það bara að smella upp í glærunni og ítrykka aftur fyrir fundarmenn að þeir setji sig á mute.
Jæja, þá sitt ég aftur fund bæjarstjórnar eftir stutt fundarhlé, klukkan 20:22 og það Njáll Ragnarsson sem hefur óskað eftir orðinu. Gjörðu svo vel, Njáll. Forseti, þetta að þróast í það að verða mjög svona fyrirsjáanleg umræða fjárhagsáætlun og í rauninni ekkert nýtt hér undir sólinni. Það nú yfirleitt þannig að minnihlutinn leggur hér spilin þannig upp að sveitarsjóður sé nú á rakleiðis á leiðinni á höfuðið vegna óhófs í fjármálum og meiri hlutans og hér sé allt á leiðinni í kalda kol, en svo náttúrulega koma ársreikningar sveitarfélagsins. Það tveir að minnsta kosti sem hafa komið núna í tíð þessara meiri hluta og þeir sýna nú allt aðra mynd heldur en sjálfstæðismenn hafa viljað teikna og svo finnst mér það líka alveg grátbroslegt að það talað hér eins og fjármunatekjur séu ekki tekjur, að það séu 100 milljóna halli á sveitarsjóði ef ekki væri nema fyrir fjármunatekjur og fjármunatekjur eru tekjur hér alveg eins og allstaðar annars staðar í veröldinni. Þannig að það nú ekkert nýtt, en eins og ég segja þá þessi gagnrýni nú fyrir lifandis löngu orðin svona farin að missa marks ef ég ætla nú ekki kannski að fara neitt dýpra onni í það, en svo finnst mér líka sama tíma mjög sérstakt að það sé hér talað það að það sé ekki nægilega mikill afgangur af bæjarsjóði, en á sama tíma kvarta yfir því að það sé ekki 100 milljóna í þetta og 100 milljóna í hitt. Og þar á meðal sorporkustöð sem kostar fleiri 100 milljóna og orðin mörgu sinnum dýrari núna á þessum tímapunkti í ljósi breytingar sem hafa orðið á gengi krónunnar og þannig að allar forsendur fyrir einhverjum tilboðum sem hafa voru gerð hérna áður að þær eru fyrir lifandis löngu brostnar. Og mér finnst bara mjög óábyrgt að verða ekki, að staldra ekki við og bíða aðeins róleg á meðan að staðan þannig. Sérstaklega í ljósi þess að þessi fjárfesting, hún skilur lítið sem ekkert eftir hér í samfélaginu. Að eyða 100 milljóna í það að fjárfesta í sorporkustöð, kaupa stöð þar sem að afhendingatíminn á bilinu 18 til 24 mánuðir að mig minnir, að setja peninga í þetta verkefni núna á þessum tímum, það mjög óábyrgt finnst mér og sérstaklega sprenghlægilegt að tala það á sama tíma og við erum gagnrýnd fyrir að skila ekki nægilega miklum afgangi af rekstri sveitarsjóðs. En virðulegur forseti, ég þarf að bregðast við og ætla að fá að óska eftir því að bregðast við með því að lesa hér upp stutta bókun með leyfi forseta. Í bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins kemur fram að núverandi meirihluti sé að þenja út rekstur sveitarfélagsins. Einhvers misskilnings virðist gæta hjá bæjarfulltrúum varðandi þessi störf sem hafa komið til á þessu kjörtímabili, til að mynda starfs fjölmenningarfulltrúa sem þjónustar stóran hóp íbúa af erlendu bergi. Bæjarstjórn tók í vetur ákvörðun að ráða hafnarstjóra. Það kom skýrt fram í minnisblaði sem starfshópur framkvæmda og hafnaráðs skilaði af sér að bæta þyrfti skipulag og umgjörð hafnarinnar töluvert svo vel sé. Mikið álag á stjórnendur hafnarinnar og langar og óskýrar boðleiðir valda því að stjórnin hafnarinnar ekki eins og best verður á kosið, skýra þurfi ábyrgðarsvið betur og gegnir hafnarstjóri þar lykilhlutverki. Það hlutverk sveitarfélagsins að veita góða þjónustu og sinna lögbundnum verkefnum og stundum kallar það á aukningu í starfsmannahaldi og það ekki að þenja út báknið. Þá grátbroslegt að sjálfstæðismenn skuli á sama tíma bóka lélega afkomu í fjárhagsáætlun en svekkja sig á sama tíma að ekki sé farið af stað í fjárfestingu sorporkustöðvar þrátt fyrir algjöran forsendubrest þeirra tilboða sem gerð voru á sínum tíma vegna hækkunar gengis sem nemur á annað 100 milljónir. Ég þakka fyrir, forseti. Já, ég þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Nú bókunin samþykkt eins og hún upp lesin og
bara minna á að þetta sé sent á okkur forseta og ritara, þannig að það sé hægt að ganga frá þessu. Það höfðu flest allir, held ég, nýtt það sem að þeir hafa talað hér. Trausti Hjaltason hefur óskað eftir að veita ansvar við þessari umræðu, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Takk fyrir, forseti bæjarfulltrúar. Hérna aðeins fá bara að bregðast við þeirri umræðu sem að hefur átt sér hér stað og hérna umræðan vera ágæt en hérna svona meiri hlutinn bregðast við kannski þessum ábendingum okkar sjálfstæðismanna með svona óþarfa látum og kannski svona sérstaklega bæjarfulltrúi Njáll að tala hér að þetta sé bara að missa marks sem við erum að segja og þetta sé allt saman sérstakt og sprengklægilegt og bregst hér við með háði. Og mér finnst það bara að vera óþarfi og umræðan sem við höfum átt þessa fjárhagsáætlun hefur bara verið fín, finnst mér, og við höfum bara þakka fyrir, ég kannski bara þakka líka fyrir að okkur hefur boðið á vinnufundi fjárhagsáætlun bæði núna og síðustu ár. Þetta er þriðja fjárhagsáætlun sem þessi meirihluti leggur fram og í öll skiptin hefur verið haft haldnir vinnufundir sem hafa bara verið fínir og fín umræða og mér hefur fundist verið hlustað á það sem við segjum og svona þær ábendingar sem við komum með. Þetta er ekkert hlustað á allt og þetta erum við ekkert sammála allt og það er akkurat málið. Við erum ekkert kannski sammála nákvæmlega alla leiðir og allar áherslur. Það snýst fjárhagsáætlun og það er bara eðlilegt og mér finnst algjör óþarfi að vera að bregðast við með þessum hætti að þetta sé bara eitthvað sprengklægilegt og sérstakt sem við erum að benda hér á og hérna þetta eru bara ábendingar og allt í lagi að menn taki þær bara sem gildar og menn geta bara sem að vera ósammála þeim og hérna svona spurningum áherslur eins og þetta með Hamaskólann auðvitað þó að hérna menn sé að setja 20 milljónir í hönnun að þá er það samt sem áður búið að vera núna mánuðinir fljótir að líða og hérna þetta snýst svolítið bara hvaða áherslur menn hafa og hvaða fjármuni menn að leggja í verkin. Það svona segir svolítið hug manna bak við verkefnin. Þetta er stundum höfum við sett mikla fjármuni í verk en þau hafa samt kannski ekki komist nógu hratt eða jafnvel ekki á legg út af því að við vantað verktaka og annað, en þessu máli þarf bara að klára hönnunina og fara af stað og hérna ég vona bara að menn að við getum hraðað þessu og að það muni ekki standa fjármunum. Ég efast nú svo sem ekkert það og að því að hér er búin að eiga sér stað svolítið umræði með sorporkustöð þá finnst mér hérna þessi rök kannski ekki alveg halda vatni að við séum að það sé í fyrsta lagi útrunnið tilboð. Ok, ég meina það er bara eðlilegt að það sé útrunnið og bara köllum eftir nýju tilboði. Það er svo sem ekkert stórmál og bara eðlilegt og engin ástæða til þess að hætta við eða fresta málun út af því. Gengi verður auðvitað alltaf að sveiflast til og við vitum ekkert það hvort að það verði hærra eða lægra á næsta ári og algjörlega óútséð með það og það kom hér fram í ræðu bæjarstjóra að hérna útsvarstekjur byggja miklu leyti á gjaldeyri og hérna þannig að það sveiflast auðvitað líka bara svolítið í takt við útsvarið og hérna og mér fannst góð punktur sem bæjarfulltrúi Helga Kristín kom inn á hér áðan þegar hún talaði að það hefur verið umræðan að nýta orku frá stöðinni sem geti skapa störf og það mun auðvitað skapa störf að setja stöðinu upp og síðan mun það auðvitað vera ákveðin tækifæri í því að eiga meira pláss í Herjólf og hérna en svona heilt yfir með þessa fjárhagsáætlun þá er þetta bara heilt yfir og rekstur sveitarfélags hefur náttúrulega bara heilt yfir undanfarin ár verið í standi og við höfum verið að skila réttu megin við núllið en það að bregðast eitthvað illa við því þó að við séum með ábendingar með hitt og þetta og geta tekið umræðuna hér þó að við tökum hana kannski ekki alla inn í þegar við eigum vinnufundi þegar að vera að leggja gögnin fyrir kannski í fyrsta skipti fyrir bæjarfulltrúa og bæjarfulltrúa hafa kannski ekki fengið svör við öllum sínum spurningum og eftir að rýna í gögnin þá finnst mér algjör óþarfi að bregðast við með þeim hætti sem
sem að formaður bæjarráðs bregst hér við og bæjarstjóri með svona svolítið harkaleg viðbrögð en allt í góðu, ég þoli það alveg og þannig að ég vil svona bara aðeins bregðast við og vona að við getum átt bara góða samræður þessa fjárhagsáætlun áfram eins og við höfum átt og getum verið svona út af við, þurfum við að vera, finnst mér svolítið svona jákvæðar í garð svona heildarmyndarinnar eins og við höfum reynt að vera með samgöngur og annað. Við þurfum að tala samfélagið betur upp með þessi atriði sem í lagi og þau eru fjölmörg sem betur fer en þó að séu nokkur atriði sem við bendum á að með betur fara þá held ég að það sé bara hollt í umræðuna. Takk. Já, ég þakka Trausta Hjaltasyni fyrir þetta. Ég held við séum nú að svona nálgast að tæma þessa umræðu en það Njáll Ragnarsson sem hefur beðið orðið, ekki svo vel, Njáll. Forseti. Já, mér finnst þetta svolítið svona, eins og ég lýsti svo áðan, þá finnst mér þetta svolítið spes og ég tala hér að ég hafi brugðist illa við þessu. Mér finnst ég nú hafa verið óvenju rólegur í umræðinni og hef oft æst mig meira í pontu bæjarstjórnar, ég skal viðurkenna það, kannski nú út af því að ég sitt inn í herbergi á dóttur minni en ekki í eina stofu, þar sem að við höfum svona rætt málin auglítið til auglítis, en það er kannski önnur saga. Það sem að ég átti við þegar ég sagði að þetta væri sprenghlægilegt að í sömu bókun og það talað að það sé ekki nægilegur afgangur af bæjarsjóði í sömu bókun og það talaði það að við séum að nota tekjur sem eru ekki tekjur en eru samt fjármunatekjur en samt eru þær ekki tekjur og má ekki spila neitt með þær. Að þá talað það að það sé ekki á sama tíma farið í og við erum ekki að tala einhverja smáræði, við erum að tala 100 milljóna. Við erum að tala að orkustöð, hún kostar hátt í halvan milljarð. Og við erum að tala það að sé ekki farið í það að setja peningur í það að fara að framkvæma inn í Hamarsskóla. Ég myndi gjarnan vilja fara í það á morgun að taka skóflustungu í Hamarsskóla. En það ýmislegt sem á eftir að gerast í því ferli, þá á eftir að hanna það allt, teikna þetta upp, grendarkynna og gera allt sem það þarf að gera áður en við getum byrjað. En við setjum pening í það að hefja þá vegferð, að fara í hönnunin og það fyrsta skrefið. Það að byrja því að hanna, athuga hvað það var stofnaður hópur hérna á sínum tíma sem átt að meta þörfina, meta það hvað við þyrfti að byggja og hvernig ætti að byggja og hvað geti farið þarna inn og svo framvegis og framvegis. Þannig að það hefur verið að vanda til undirbúnings þess verkefnis. En þetta mjög kostnaðarfrekt verkefni en það metnaðarfullt að halda áfram og ætla að koma þessu verkefni af stað. En það nú þetta sem ég átti við og finnst sprenghlægilegt eins og ég notaði þau orð og fór eitthvað fyrir brjóstið á einhverjum en það nú eins og það Ég ætla líka úr því að við erum að ræða Hamarsskóla og það var talað það hér áðan að þetta væri eitthvað eins og talað og látið í það skína að þetta væri eitthvað nýtt á nálinni að vera að fara í þessa uppbyggingu inn í Hamarsskóla en ég held að það hefði verið 1994 sem það var fyrst talað það og samþykkt í einhverju ráði að hefja frekar uppbyggingu við Hamarsskóla. Þá uppbyggingu sem að nú verið að áætla að fara í og vonandi getum við farið í á næsta ári. Þannig að það nú ekki nýtt á nálinni þannig séð. Og svo verð ég líka að segja það, bara svona til að bregðast við og ég ætla nú ekkert held ég að leggja meira inn í þessa umræðu, en ég verð líka að segja það að þegar að bæjarfulltrúar áttu fund fjárhagsáætlun, þar sem að við vorum að ræða þessi mál, ræða það sem ætti að fara inn í sérsamþykktir, ræða það sem að þau gjaldfærðu verkefni og þau eignfærðu verkefni og svo framvegis sem að væri að koma inn í þessa fjárhagsáætlun sem nú til umræðu. Þá rekur mig ekki minni til þess að það hafi verið lagt til að fresta því að leggja þetta fram. Ég man ekki eftir því að nokkur hafi rætt það. Auðvitað það þannig að þetta fyrri umræða og við erum búin að fá og það var samþykkt í bæjarráði og verður þá klárað endanlega hér í bæjarstjórn í dag að sækjum frest til þess að klára afgreiðslu við aðra umræðu.
Þetta var samþykkt að gera, að þiggja það boð hins opinbera að fá að fresta afgreiðslu við aðra umræðu. Og það gerum við einmitt vegna óvissunar. Við höfum borð fyrir báru á milli umræðna og við eigum eftir að gera ýmislegt á milli umræða og þar á meðal eigum við bæjarfulltrúa Helga Kristín Kolbeins og Jóna Sigríður Guðmundsdóttir eftir að taka ákvarðanir viltu hafa áhrif sem annað skemmtilegt verkefni. Það á margt eftir að gerast og það getur margt breyst í áætluninni milli umræðna. En eins og ég segi, ég man ekki eftir því að það hafi nokkur bæjarfulltrúi óskað eftir því að fyrri umræðu framlagningu fjárhagsáætlunar frestað. Það það eitthvað algjörlega nýtt fyrir mér. Þá hef ég verið sofandi á þeim fundi og yfirleitt sef ég ekki fyrir að fundum lokið. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra forseti og ítreka það sem ég sagði hér í upphafi. Ég vil þakka öllum þeim starfsmönnum sem komu að þessu og hafa gert þetta vel og þetta spennandi fjárhagsáætlun þó að vissulega séum krefjandi og ekki eins skemmtilegt að leggja þessa fram eins og síðustu 2 kannski. En þá engar síður stöndum við frammi fyrir ákveðnum áskorunum og ég hef fulla trú á því að við stöndum okkar plikt og stöndum undir því trausti sem okkur sýnt hér í bæjarfulltrúum við það að klára þessi mál. Takk. Já, takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Það hefur verið óskað eftir að ég lesi aftur upp bókunina sem að Njáll las hér upp og það meir en sjálfsagt, það hljómar einhvern veginn þannig. Í bókum bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins kemur fram að núverandi meirihluti sé að þenja út rekstur sveitarfélagsins. Einhvers misskilnings virðist gæta hjá bæjarfulltrúum varðandi þessi störf sem hafa komið til á þessu kjörtímabili til að mynda starfsfjölmenningarfulltrúa sem þjónusta stóran hóp íbúa á erlendu bergi. Bæjarstjórn tók í vetur ákvörðun að ráða hafnarstjóra. Það kom skýrt fram í minnisblaði sem starfshópur framkvæmda og hafnar skilaði af sér að bæta þurfi skipulag og umgjörð starfsemi hafnarinnar töluvert svo vel sé. Mikið álag á stjórnendur hafnarinnar og langar óskýrar boðleiðir valda því að stjórnun hafnarinnar ekki eins og best verið á kosið. Skýra þurfi ábyrgða sig betur og gegnir hafnarstjóri það lykilhlutverki. Það hlutverk sveitarfélags að veita góða þjónustu og sinna lögbundnum verkefnum og stundum kalla það á aukningu í starfsmannahaldi og það ekki að þenja út báknið. Þá það grátbrotslegt að Sjálfstæðismenn skuli á sama tíma bóka lélega afkomu í fjárhagsáætlun en svekkja sig á sama tíma ekki sé farið af stað í fjárfestingu sorporkustöðva þrátt fyrir algjöran forsendubrest þeirra tilboða sem gerð voru á sínum tíma vegna hækkunar gengi sem nemur á annað 100 milljónir. Ég vona að þetta hafi verið haft eftir hjá mér. Og þá það Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar. Fínt að fá viðbrögð Njáls við þessu og það bara kannski, ég veit að hann ekkert orðinn eitt æstur og ég sé það alveg sko, en það bara svona orðræðan sem að bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson notar, þetta með að tala að þetta sé sprengklæðilegt, sérstakt, spes og allt þetta sem að svona, finnst mér ekki kannski svona virðingavert en ok og ég endurtek það, ég ekkert viðkvæmur fyrir þessu en þetta bara svona, þetta ábending líka. Varðandi þetta að þenja báknið, að við sem að tala að þenja báknið, þetta sé enginn búinn að tala að þenja báknið og þetta var enginn nota það orð en hins vegar höfum við talað þenslu og það í rekstri allra sveitarfélaga og bara hjá hinu opinbera almennt, það svona innbyggður þenslufaktor. Það alltaf hvati til þess að þenjast út og bara það eitt að launaliðurinn hjá bænum sem langstæðsti liðurinn sem upp á í báðum samstæðum rúma 3 milljarða og rúmlega 2 milljarða í A-hlutanum. Hann hefur hækkað ef ég man rétt 24% á síðustu 2 árum sem mörg 100 milljónir. Og bara það eitt og sér auðvitað þensla og þannig að það þarf alltaf að standa svolítið vörð reksturinn
og það hlutverk okkur pólitíkusna að aðstoða framkvæmdastjórana við að kafa ofan í og koma með hugmyndir að lausnum og færa til fjármagn, og það auðvitað eins og bara allt þróast og allt breytist, að það allt breytingum háð og það að færa til fjármagn innan málaflokks eitthvað sem svo eðlilegt og svo eðlilegt að við séum að gera, og eins og kom hér fram í einhverju ræðunni í kvöld að það þurfa að fjölga í tölvudeildinni bara mjög eðlilegt með hvernig tæknin að þróast, en það þýðir líka að það minnkar kannski þörfin einhvers staðar annars staðar, og þá þarf að gera það sem að gera einhvers konar smá breytingar innan hvers sviðs, og það akkurat þetta sem við erum svolítið að skoða í þessari fjárhagsáætlun vinnu, bæði framkvæmdastjórar og pólitíkusarnir, og ég held að við getum, mér finnst bara svolítið dónaskapur eða getum kannski ekki alveg falið okkar og barið okkur að brjósti og sagt að við séum að standa okkur vel að ætla að skila sér áætlun réttum með núllið út af því að það hafa minnkað svo tekjunar og jöfnunarsjóð sem er tekjufall upp á minna heldur en 200 milljónir ef man rétt. Þannig að jú, vissulega það mikið, það fullt af pening, en það eitt og sér kannski ekki nóg til þess að þetta sé eitthvað risaafrek, en það ég kannski að sýna núna smá hróka með að segja að það sé eitthvað risaafrek, en ég bara aðeins að benda á að það eru hlutir þarna sem alveg eðlilegt að skoða, og við höfum verið að benda á atriði eins og svona atriði eins og koma bæjarskrifstofnunum öllum á einn stað, stefnaði að koma rekstri stofnana í færri hús, og eins og kom hérna fram að það hagræðing í því að hafa flutt frístund yfir í Hamarsskóla, og það eru svona atriði sem kannski hægt að hagræða með og hægt að halda áfram að gera, og sjóðir sveitarfélagsins hafa verið nýttir í það að framkvæma og byggja fasteignir eða byggja úr sveitarsjóði án þess að taka lán og búa til eitthvað til þess að við getum hagrætt í rekstrinum og veitt betri þjónustu. Og í það á að nýta sjóðina, hins vegar mjög varasamt að vera að bæta í reksturinn, bæta við stöðugildum og þenja út þá reksturinn, vegna þess að þar hvatinn, og ef að sá reksturinn fyrir mínus, þá göngum við á sjóðina og þá getum við ekki lengur verið að gera þetta sem við höfum verið að gera, sem að nota sjóðina í að framkvæma, eins og núna erum við að framkvæma mjög mikið og höfum verið að gera mikið, sem mikilvægt til að halda uppi atvinnustiginu. Þetta svona kannski svolítið orðræðan, og við á síðasta kjörtímabilið þá ræddum við þetta rosalega mikið við Eyjalistan og munin á því að vera í rekstri og í framkvæmdum, og vorum alltaf að karpa þetta, og þetta svolítið þessi umræða í fjárhagsáætlun sem hollt og gott að taka og minna sig á reglulega. Takk. Já, ég þakka Trausta Hjaltarsyni fyrir þetta. Ég hef gefið einhverjum bæjarfulltrúum svigrúm að taka til máls í þriðja sinn, þannig að bæjarfulltrúum að virða það við mig að ég hef svona aðeins vilja sveigja þessa umræðu, en ég held að þetta sé samt að svona umræðan sé að verða tæmd. Svo ég gleymi því nú ekki, þá var lesin hér upp tillaga í upphafi fundars, og tillagan var einhvern veginn þannig: meirihluti á H-lista leggur til að gjaldskrá Vestmannaeyjabæjar fyrir eftirtalda þjónustu hækki ekki fyrir árið 2021. Það leikskólagjöld, matarkostnaður fyrir nemendur í grunn- og leikskólum, dagvistunargjöld, frístund og matarkostnaður eldri borgara. Mikilvægt á þessum tímum að halda álögum hólögum eins og hægt sérstaklega varðað þá þjónustum sem hér upptalin. Þannig ég ætlaði að fá að bera þessa tillögu upp til atkvæða. Ég væntanlega við notum sama háttinn á og við höfum gert áður. Það bara nafnakall og þá já eða nei. Og svo mun ég lesa upp þessar fjárhagsáætlun sveitarsjóðs og þá vísum við til seinni umræðu í framhaldi. En það einhverjir sem hafa beðið að lesa svo upp bókun, og
Þannig að það er spurning Helga Kristín Kolbeins. Viltu þú fá að taka eitthvað stutt í máls áður en að ég ber þetta út í atkvæði? Já, takk forseti. Ég ætlaði að fá að spyrja varðandi tillöguna gjaldskrárhækkunina, sleppa gjaldskrárhækkuninni, hvort að þessar sértekjur sem stofnanir eru að fá með gjöldunum, hvort að fá það bætt eða hvort við séum að leggja til eitthvað minnkaða þjónustu við notendurna. Ef að Njáll gæti svarað því. Sama þjónusta sem fólki fær, þó það borgi ekki meira. Já, takk fyrir þetta Helga Kristín Kolbeins. Ég held að það er kannski rétt að Njáll svari því en allavega eins og ég skil tillöguna þá er bara verið að halda álögunum óbreyttum. Þetta höfum við gert áður, þetta gerðum við í fyrra líka og við bæjarfulltrúum höfum verið sammála því að gera þetta umhverfi og samfélag okkar fjölskylduvænt og ég held að þetta ætti að höfða til allra bæjarfulltrúa í því að gera þetta þannig að það sé ekki verið að íþyngja þessum hópum en það er spurning hvort að það hafi einhverju bæjarfulltrúar við þessu að bæta. Njáll Ragnarsson kannski svo ég geri ekki á kostnaðinn eins. Viltu þá segja örstutt áður við tökum þetta til atkvæðagreiðslu? Forseti, já, það er ekki verið að leggja til að þjónusta lækki eða skerðist að nokkur leyti. Það er bara einungis verið að leggja það til að gjaldskrá Vestmannaeyjabæjar fyrir þessa þjónustu þætti sem hér voru lesnir upp hækki ekki fyrir árið 2021 og með því sé álögum haldið hóflegum eins og hægt er og sérstaklega varðandi þessa þætti. Já, takk fyrir þetta Njáll Ragnarsson. Það er komin óskum að fá að leggja fram bókun jafnframt. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég bara með bókun til að bregðast við fyrir bókun sem að formaður bæjarráðs lagði fram áðan. Hún svo hljóðandi. Það staðreynd en ekki misskilningur að aukning stöðugilda hefur orðið töluverð á tímum þessa meirihluta og sanna dæmin og ákvarðanir meirihluta það. Það þensla við aukningu stöðugilda enda launakostnaður stærsti útgjaldaliður sveitarfélagsins. Varðandi stöðu hafnarstjóra þá eru til einfaldar leiðir til að bæta skipulag og umgjörð hafnar og skýra verkferla án þess að fara í dýra aukningu stöðugilda. Mikilvægt að meirihlutinn sýni ábyrgð í að forgangsraða þeim verkefnum sem þarf til framgang sveitarfélagsins og geri það með sjálfbærum hætti. Auk þess það umhverfislega óábyrgt að taka ákvörðun frestun þess að veita fjármagn til nýrrar sorporkustöðvar. Verið að teppa hluta samgönguæðar Vestmannaeyja vegna flutnings á sorpi sem óásættanlegt fyrirkomulag. Bókun lýkur. Já, takk fyrir þetta Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þá vindum við okkur í atkvæðagreiðsluna. Það er þessi tillaga sem ég les upp áðan. Ég ætla til þess að valda einhver misskilning í því, þá les ég hana aftur meirihluti á hálista leggur til að gjaldskrá Vestmannaeyjabæjar eftirtalda þjónustu hækki ekki fyrir árið 2021. Það er leikskólagjöld, matarkostnaður fyrir nemendur í grunn- og leikskólum, dagvistunargjöld, frístund og matarkostnaður eldri borgara. Mikilvægt á þessum tímum að halda álögum hóflegum eins og hægt sérstaklega varðað þá þjónustu sem hér eru talin. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir svari með þá já eða nei þegar ég kalla nafn þeirra upp. Það er Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þú ert örugglega mute, Hildur, ég heyri ekkert í þér. Ég segi nei. Trausti Hjaltason. Nei. Helga Kristín Kolbeins.
Já. Og ég sjálfur Eiríks Jónsson segi já, þannig að þessi tillaga er samþykkt. Það eru 5 já og 2 nei. Forseti, fæ ég að gera grein fyrir atkvæði mínu? Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Ég vil fá að gera grein fyrir atkvæði mínu með eftirfarandi orðum. Eðlilegt væri að tengja gjöld á þjónustu sveitarfélagsins vísitölu til að koma í veg fyrir að síðar þurfa að hækka verulega álögur á notendur þjónustunar. Ákjósanlegra væri ef svigrúm reyndist til að lækka útsvar og koma þannig til móts við alla skattgreiðendur sveitarfélagsins en ekki bara þá sem nota þjónustu sveitarfélagsins. Bókun lýkur. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þá er þetta samþykkt eins og þetta var upplesið og ég gerir ráð fyrir að þetta komi þá bara til okkur í tölvupósti síðan, þannig að við getum gengið frá fundargerðin til fundar. Þetta hefur gengið held ég bara ágætlega. En þá ætla ég að skella mér hérna í lykiltölur í fjárhagsáætlun ársins 2021. Það er fjárhagsáætlun Sveitasjóðs Vestmannaeyja 2021. Það eru tekjur alls 4.322.503.000. Fjármagnsliðið, það er 4.451.999.000. Rekstraniðurstaðan er jákvæð 1.840.000. Veltu frá rekstri, það er 458.894.000. Nú þá eru afborganir langtímalána, það er 22.165.000. Handbært fé í árslok er það 2.921.456.000. Nú fjárhagsáætlun B-hluta Bæjarsjóðs Vestmannaeyja 2021. Það er rekstraniðurstaða Hafnarsjóðs, það er hagnaður upp á 26.555.000. Rekstraniðurstaða Fráveitu, það er hagnaður upp á 14.155.000. Nú rekstraniðurstaða félagslegar íbúða 0, rekstraniðurstaða Vatnsveitu 0, rekstraniðurstaða Hraunböðu 0, rekstraniðurstaða Náttúrustofu Suðurlands, það er hagnaður upp á 3.708.000. Nú rekstraniðurstaða Herjólfs ohf. 0, veltu fé frá rekstri, það er 163.380.000. Afborganir langtímalána er 7.115.000. Nú fjárhagsáætlun Samstæða Vestmannaeyja fyrir 2021, það er tekjur alls að 6.443.325.000, gjöld alls eru 6.530.007.000, rekstraniðurstaðan er jákvæð 46.258.000. Veltu fé frá rekstri er 622.275.000, afborganir langtímalána er 29.280.000 og handbært fé árslok er þá 2.921.456.000. Og þetta er eins og þetta hljómar núna og þá vísum við með þessari hafa lesið þessar tölur að þá leggið það fyrir bæjarfulltrúa að vísa þessari fjárhagsáætlun 2021 til síðari umræðu í bæjarstjórn. Og við munum hafa sama háttinn á og áður. Ég mun fara fram á nafnakall og bæjarfulltrúi segi já eða nei. Það er Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já, og ég vil fá að gera grein fyrir atkvæði mínu á eftir, takk. Nei, fyrir ekki, ég segi nei, afsakið. Nei, og ég vil fá að gera grein fyrir atkvæði mínu á eftir. Nei, segir Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Trausti Hjaltason. Nei. Helga Kristín Kolbeins. Nei. Og ég sjálfur segi já. Þannig að það eru 4 sem hafa sagt já og 3 sagt nei og þar með þetta samþykkt og vísa til seinni umræðu í bæjarstjórn. Nú, það var Hildur Sólveig Sigurðardóttir hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Gjörðu svo vel, Hildur. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúi og gestir. Ég ætla að fá að gera grein fyrir atkvæði mínu í þessari atkvæðagreiðslu bara með eftirfarandi bókun sem ég mun senda á forseta. Undirrituð gagnrýnir takmarkaða og seina upplýsingagjöf bæjarstjóra við formlegum spurningum undirritaðar launakostnað, aukningu stöðugilda og skort af formlegum ákvörðunum vegna þeirra og af hverju tímabundnar ráðningar hjá Vestmannaeyjabæ eru ekki auglýstar. Þegar óskaði svara við einföldum skriflegum spurningum er óásættanlegt að það tæki bæjarstjóra lengur en 2 sólarhringa að svara.
Aldrei nokkuð tíman hefur það tekið aðra starfsmenn sveitarfélagsins viðlíka tíma að svara þegar til þeirra hefur verið beint álíka spurningum en fulltrúum minnihlutans hefur verið gert að beina öllum spurningum sínum til bæjarstjóra og þannig hefur aðgengi þeirra að starfsmönnum sveitarfélagsins og upplýsingagjöf verið takmörkuð verulega. Bókun lýkur. Takk fyrir. Ég hef lokið máli mínu. Já, takk fyrir það, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Sveifir þá að fyrsta lið, dagskrárlið, og hafa fyrir séð að þessi dagskrárliður yrði þyngstur, þannig að það kom ekki neinum á óvart, en klukkan 20:57 við göngum til dagskrá annan dagskrárlið. Annar dagskrárliður er 3 ára fjárhagsáætlun 2022 til 2024 og það er Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Áður en ég byrja þá klikkaði netið hjá mér og ég datt út og ég heyrði ekki bókun Hildur Sólveigar Sigurðardóttur, þannig ég óska eftir að hún verið lesin upp þegar ég er búin hér á eftir. Þriggja ára áætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2022 til 2024. Ég legg hér fram til umræðu þriggja ára fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árin 2022 til 2024. Í gegnum tíðina hefur vinnulag við fjárhagsáætlunargerðina verið á þann hátt að mikil vinna er lögð í fjárhagsáætlun komandi árs, síðan er sú áætlun notuð sem grunnur undir þriggja ára áætlunina. Fjárhagsáætlun komandi árs hefur verið framreiknuð til næstu 3 ára. Þar og eftir en eðli málsins samkvæmt eru allar efnahagslegar forsendur svo langt inn í framtíðina mjög óljósar og geta tekið miklum breytingum. Ekki síst hjá sjávarútvegs- og ferðaþjónustu sveitarfélagi eins og hjá okkur og í ár er óvissan einstaklega mikið eins og margt hefur komið fram hér á undan. En við fylgjum sama vinnulagi við gerð 3 ára áætlunina eins og áður hefur sagt en ég vil taka fram að á milli umræðina er farið yfir áætlunina og unnið að 4 ára fjárfestingaráætlun þar sem við munum forgangsraða verkefnum sem liggja fyrir og ákvörðun hefur verið tekin að fara í og við síðar umræðu þessara 3 ára áætlunar verður gerð grein fyrir þessari fjárfestingaráætlun sem þýðir að hún til 4 ára því hún á við 21 og til og með 24. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Já, ætli sé ekki bara best að hafa óskað eftir að lesa hér aftur upp bókun. Það er Hildur Sólveig sem hefur beðið orðið. Mér hefur borist þetta í tölvupósti en var ekki alveg klára á því hvort þetta væri síðasta bókunin. Það er kannski bara ef ég gef örstutt, þannig að við séum að gera þetta skilvirkt Íris Róbertsdóttir. Það var síðasta bókunin er það ekki sem að þú vilt heyra aftur. Það er nóg að kinka kolli, ég sé það hér. Ok, það er svoleiðis, þá held ég að sé best að Hildur Sólveig Sigurðardóttir lesi bara bókunina aftur og hafi orðið þá í framhaldi. Hildur Sólveig, gjör svo vel. Takk fyrir það, mér bæði ljúft og skylt. Bókunin hljóðaði svo. Undirrituð gagnrýnir takmarkaða og seina upplýsingagjöf bæjarstjóra við formlegum spurningum undirritaðar launakostnað, aukningu stöðugilda og skorta formlegum ákvörðunum vegna þeirra og af hverju tímabundnar ráðningar hjá Vestmannaeyjabæjar ekki auglýstar. Þegar óskað er svara við einföldum skriflegum spurningum er óásættanlegt að það taki bæjarstjóra lengur en 2 sólarhringa að svara. Aldrei nokkuð tíman hefur það tekið aðra starfsmenn sveitarfélagsins viðlíka tíma að svara þegar til þeirra hefur verið beint álíka spurningum en fulltrúum minnihlutans hefur verið gert að beina öllum spurningum sínum til bæjarstjóra og þannig hefur aðgengi þeirra að starfsmönnum sveitarfélagsins og upplýsingagjöf verið takmörkuð verulega. Bókun lýkur. Ég ætlaði bara að koma með því ég var búin að óska orðið í þessum lið. Ég vildi bara koma með mjög einfalda ábendingu. Ætla ekki að ræða þetta efnislega, bara að á blaðsíðu 5 í það sem farið yfir rekstrarreikning 2022 til 2024 er bara smá villa sem ég vildi bara vekja
athygli á og yrði lagfærð að þarna kemur fram árið 2021, 2022 og 2023 en á auðvitað að vera 2022, 2023, 2024. Ég vildi bara benda á þetta. Takk. Já, takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það verður kíkt á þetta þá væntanlega í framhaldi. Það er Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Þú ert örugglega á mute, Íris, það heyrist ekkert í þér, þannig að biðjum að byrja aftur. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég sé mig núna til að bregðast við þessari bókun. Það vill nú þannig til að ég er líka starfsmaður sveitarfélagsins og greinilega svo eini sem ekki bregst við þegar Hildur Sólveig Sigurðardóttir bæjarfulltrúi sendir fyrirspurnir. Þessi fyrirspurn kom á þriðjudagsmorgun eins og fram hefur komið. Við erum hér í talsvert miklu álagi á skrifstofuna, bæði hjá mér og öðrum. Eins og kom fram hér að þá hefur verið mikil vinna við undirbúa þessa fjárhagsáætlun. Ég sjálf er ekki með þessar upplýsingar. Ég leita og set þær saman, sumar af þeim er ég með. Ég frábið mér það að vera að saka mig að halda upplýsingum frá bæjarfulltrúum. Mér finnst þetta fyrir neðan allar hellur. Og staðan er bara einfaldlega þannig að þetta tók bara þennan tíma. Þetta er bara, ég sendi viðkomandi bæjarfulltrú á tölvupóst, sagði að ég myndi reyna eins og ég gæti að gera þetta og klára þetta sem var gert, en það er bara þannig að stjórnsýslulög segja til það að ég hef miklu fleiri en 2 daga til að svara. En ég vildi auðvitað reyna að koma þessum spurningum til bæjarstjóra. Spurningar varðandi fjárhagsáætlunina koma líka hluta til með kynningu á fjárhagsáætlun sem bæjarstjóri fer yfir. Þar er líka upplýsingagjöf. Enda hefur margoft komið fram hér hjá bæjarfulltrúum minnihlutans að þeir ætla sér ekki að samþykkja þessa fjárhagsáætlun því hún er ekki þeim að skapi, sem er allt í lagi, en þeir hafa samt margar vikur til þess að fara yfir og skoða. Þannig ég óska þess í bókað, forseti, að ég frábið mér svona ákúrur. Ég mun senda það til því. Þakka Íris Róbertsdóttir fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Ég vil gera athugasemd við fundarstjórn, við erum í lið 2 og þarna var verið að ræða bókun í lið 1 en ég skal bara horfa fram hjá því að það sem að bæjarstjóri datt út af fundinum og við erum auðvitað í tæknilegum aðstæðum. Mér finnst það bara persónulega algjörlega óásættanlegt að þegar að okkur er gert það og okkur hefur verið í rauninni bannað að hafa bein sambönd við starfsmenn til þess að leita okkur upplýsinga að það taki þá yfir 48 klukkutíma að fá bara mjög einföld svör við mjög einföldum spurningum sem ættu bara að liggja mjög auðveldlega fyrir. Hér er talað að á fundin áðan var talað, þegar vorum að ræða lið 1, að upplýsingar hefði ekki borist varðandi skoðanir bæjarfulltrúa, hvernig eiga þær að geta borist þá ef við höfum ekki upplýsingar? Ef ég á að bíða eftir, eins og kom fram í svörum bæjarstjóra, ef ég á að bíða eftir svörum þangað til í framsögu bæjarstjóra, það gefur mér bara ekki mikinn tíma til undirbúnings. En það er hugsanlega bara einfaldlega tilgangurinn sem helgar meðali. En það allavega er eins og það lítur út fyrir mér. Ég skil þetta ekki, ég skil ekki ennþá af hverju það er eitthvað að því að bæjarfulltrúar hafi bara mjög greiðan aðgang að starfsmönnum sveitarfélagsins. Ég hefði bara haldið að það var í sveitarfélaginu bara fyrir bestu ef við hefðum greiðan aðgang að þeim. En ég hef allavega sagt mínu skoðun á þessu máli og lík hér með máli mínu, takk. Já, takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það sé hárrétt, við erum að fara hér í gegnum aðeins öðruvísi fund heldur en venjulega, þannig að ég held og það er nú ástæðan fyrir að ég hef nú aðeins svona gefið aukið svigrúm líka að bæjarfulltrúar hafi tekið oftar til máls heldur en getið í bæjarmálasamþykktinni. Það er sannarlega þannig að það er aukinn fundatími, það er engin takmörkun á fundatíma en að taka til máls, það er ennþá
skorðum, þannig að ég held við komumst í gegnum þennan fund held ég á þess að þetta hafi miklar afleiðingar. Þetta réttur bæjarfulltrúa bóka afstöðu þeirra, við erum í nátengdu málefni 3 ára fjárhagsáætlun sem annar dagskrárliður, þannig að en vilja bæjarfulltrúar ræða þennan dagskrárlið eitthvað frekar. Annar dagskrárliður 3 ára fjárhagsáætlun 2022 til 2024. Ég hef ekki fengið nein merki að neitt vilji taka til máls. Þannig að ég held við vindum okkur þá bara í atkvæðagreiðslu þennan lið. Þá gerum við hann einhvern veginn á sambærilegan hátt og áður. Það eru bæjarfulltrúar að segja já eða nei, hvort samþykki að vísa þessari 3 ára áætlun Vestmannaeyjabæjar 2022 til 2024 til síðari umræðu. Það Íris Róbersdóttir. Já. Gæti verið mögulega á mute, Njáll. Er það ég? Netið eitthvað að stríða mér, ég segi já. Það heyrist ekkert í þér, Jóna Sigríður. Ég segi já. Það eitthvað skrítið netið. Það Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég sit hjá í þessari atkvæðagreiðslu. Trausti Hjaltason. Sitt hjá. Helga Kristín Kolbeins. Sitt hjá. Og ég sjálfur, Heiður Sjónsson, segi já, þannig að þetta samþykkt með 4 atkvæðum sem segja já og það 3 bæjarfulltrúar sem sitja hjá. Þess að vísa til síðari umræðu. Nú, þá erum við dottin í 3. mál sem eru samgöngumál. Þannig að hvernig er það ekki, hver ætlaði nú, var þetta ekki komið líka frá minnihlutunum? Einhver sjálfboðaliði sem vill byrja í þessu? Njáll Ragnarsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Njáll. Forseti, það eru samgöngumálin og ég vildi nú svona fara aðeins yfir það helsta sem hefur drifið á daga mína varðað þessi samgöngumál og okkar. Og það náttúrulega höfum við verið, bæði bæjarráð og hluti bæjarfulltrúa, hafa verið í samskiptum við samninganefnd Herjólfs sem í viðræðum áframhaldandi rekstur ferjunnar og siglingaleiðarinnar hér á milli við vegagerðina. Og nú það þannig að manni skilst það og hefur svona heyrist það á fulltrúum í þessari nefnd að þessi samningamál séu nú vonandi að klárast eða séu svona á lokametrunum. Og við auðvitað vonum það að þessar viðræður klárist sem fyrst og við fáum góðan samning sem hægt að reka þessa ferju hér á milli og það sem komið til móts við það sem við höfum orðið ávísa fyrri samninga og þannig að það sé hægt að sinna þessu verkefni og fá fyrir það sem þarf. Nú, við höfum talað mikið það hér bæjarstjórn að það sé mikilvægt að starfsfólki félagsins sé haldið upplýstu stöðu mála og gang viðræðna við vegagerðina. Nú það þannig að það taka uppsagnir gildi í byrjun næsta mánaðar og tíminn vinnur þannig að þetta ekki beint með okkur. En vegagerðin núna með boltan hjá sér og á morgun skildist mér að það væri fundur í þessum hópi, þannig að það vonandi tíðinda að vænta en það ærin ástæða til þess að hraða því að klára þetta. Við hittum núna áðan samninganefndina, það að segja Pál, Arnar og Guðlaug og Guðbjart og þeir svona, finnst mér á þeim nokkuð brattir með það sem eins og þetta gengur
og eru að horfa til þess að klára þessi mál fljótlega. Og ég vil líka segja það hér á þessum vettvangi að það liggur núna fyrir að Guðbjartur Ellert mun láta af störfum sem framkvæmdastjóri félagsins og ég notaði tækifæri þegar ég spjallaði henni í dag að þakka honum fyrir og ég get þá gert það hérna á þessum vettvangi líka að nota tækifæri til þess að þakka honum fyrir sín störf í þágu félagsins og í þágu samgangna við Vestmannaeyjar. Hann var í þessu risavaxna verkefni. Nú varðandi flugið að þá svo sem ekki mikið þannig sé tíðinda af því en við þrýstum á að fá einhvers konar brú í þessu millibils ástandi sem ríkir núna í vetur og fram á vorið þegar Iceland Connect ætlar að hefja enga áætlunarflug. Það er alveg ljóst að það er gríðarlega mikilvægt fyrir samfélagið hér, íbúa og atvinnulíf að haldi sig úti flugsamgöngum. Og síðast en ekki síst varðar heilbrigðisþjónustu því að flugið er notað eins og við höfum oft rætt að það kemur í ákveðnum tilfellum í stað fyrir sjúkraflug og með því hægt að spara ríkinu stórar fjárhæðir og þar af leiðandi ætti það að vera hvati fyrir ríki til þess að koma á og hjálpa okkur við það að koma á einhvers konar áætlunarflugi hér í vetur sem við vitum náttúrulega öll og þarf ekkert að tíunda mikilvægi þess. Hér fyrir fund skrifaði bæjarstjórn í sameiningu bókun samgöngumál og er ekki rétt að ég lesi hana bara upp. Ef að bæjarfulltrúar myndu kannski kinka við því í kolli svona, þannig ég sé nú ekki að stela þessu. Þá ætla ég að gera það með leyfi forseta, bókunin er svohljóðandi. Fyrr í dag fundaði bæjarráð ásamt bæjarfulltrúum með samninganefnd Vestmannaeyjabæjar rekstur Herjólfs. Fulltrúar nefndarinnar hafa fundað stíft og reglulega með vegagerðinni og eru samningaviðræður á lokametrunum og niðurstöðu að vænta fljótlega áframhaldandi rekstur Vestmannaeyjabæjar á Herjólfi. Afar brýnt að eyða þeirri óvissu sem starfsfólk félagsins er í sem allra fyrst enda renna ráðningar út næstu mánaðamót. Stjórn félagsins hefur átt samtöl við fulltrúa áhafnar skipsins varðandi stöðu mála. Nauðsynlegt að fá úr því skorið hvort Vestmannaeyjabær fái áfram tækifæri til þess að reka skipið áður en hægt verður að ganga frá ráðningum. Því er mikilvægt að viðræðum ljúki sem allra fyrst. Þá telur bæjarstjórn afar brýnt að flugsamgöngur komist á milli lands og eyja sem fyrst enda mikilvægt að áhöfnunarflugi sé haldið uppi einkum og sér í lagi með tilliti til stöðu í heilbrigðisþjónustu yfir vetrartímann. Stefnt er að því að funda með fulltrúum samgönguráðuneytisins stöðu flugsamgangna í næstu viku og bókun er lokið og máli mínu sömuleiðis. Já, takk fyrir þetta. Já. Umræða og eflaust ykkur í fleiri bæjarfulltrúar sem vilja þessi mál. Það er kannski að minna bæjarfulltrúann Jón Ragnarsson að senda bókunina, að þetta sé allt fært til bókar. Þetta sveið með það að þetta sé bara allt saman komið en vilja ekki fleiri bæjarfulltrúar að ræða þessi mál. Samgöngur á sjó eða samgöngur á lofti. Það er Trausti Hjaltason, þessu vel. Trausti, þú ert örugglega mjútaður ennþá, það heyrist ekki í þér, þannig ég byrja að byrja aftur, þessu vel. Forseti bæjarfulltrúa, kannski bara örstutt hérna að fá að bæta við þetta. Þetta var ágætis yfirferð hjá bæjarfulltrúann Jóni Ragnarssoni. Auðvitað bara varðandi Herjólf, þá vonar maður að það klárast sem allra fyrst og við höfum verið upplýst gangmála og það er bara fínt og verið á fínasta upplýsingaflæði milli okkar þetta og vonandi bara klárast þetta og menn ná vonandi að lenda þessu á farsælan máta. Varðandi flugið, bara örlítið að bæta við þar að við höfum fundið fyrir því núna, finnst mér svolítið síðustu vikunar í þessu ástandi að það er virkilega vont að hafa ekki flugið og þá
það augljóst að það vont að hafa ekki flug fyrir atvinnulíf og fyrir íbúa almennt, en svona hvað heilbrigðismálin varðar og svona þann vinkil að þá heyrir maður það og við höfum verið í samskiptum við stofnunina, bæði starfsfólk og svona yfirmenn þar varðandi stöðuna og hvað áhrif flugið að hafa á HSU í Vestmannaeyjum og það eru svona ýmsir vinklar á því sem að tengjast fluginu og við höfum og munum koma þeim áleiðis á rétta staði og það er mikils að vinna að koma hér á flugsamgöngum aftur og sérstaklega núna þegar að veður fara að verða verri og það fyrir að verða erfiðar að koma sér yfir heiðar og annað fyrir eldra fólk og ungar mæður og svo framvegis og við höfum svo sem áður rætt þetta en þessi vinkill er sterkur fyrir okkur og við erum að taka þennan vinkill enda full ástæða til og svo erum við auðvitað að fara hér inn í vonandi loðnuvertíð og fleiri vertíðir þar sem að tíminn oft mjög dýrmætur og flugsamgöngur eru afar brýnar og gott að hafa flug þar sem að mikið undir fjárhagslega fyrir samfélagið og land og þjóð þannig að við vonandi náum að komast eitthvað áleiðis með þetta og ég veit að bæjarstjóri hefur verið að sækjast eftir að fá fundi varðandi þetta og vonandi náum við einhverju lendingu með þetta líka. En takk fyrir þess að ég fyrir Njáll. Takk. Já, takk fyrir þetta. Það Hildur Sólveig Sigurðardóttir, ekki svo vel. Já, takk. Ég ætla ekki að hafa framsöguna eða umræðum þetta mjög langt. Það er búið að ræða þetta töluvert. Ég ætla að fá að þakka bæjarfulltrúa Trausta Hjaltasyni fyrir það minnisblað sem hann vann fyrir og hefur sent á okkur bæjarfulltrúa og tekið saman mjög haldgóðar upplýsingar áhrif þessa á heilbrigðisstofnunina og þetta er auðvitað bara mjög alvarlegt ástand sem við erum í dag og þetta að hafa áhrif á hverjum degi og í rauninni auðvitað óásættanlegt í alla staði, það að segja flugsamgöngurnar. Það er auðvitað mjög gleðilegt að sjá að það sé áætlun frá apríl en það eru fordæmi fyrir því hjá samgönguráðuneytinu að það hafi verið nýttir fjármunir sem eru áætlaðir í styrki innan flugsamgangna til tímabundinna ráðstafana vegna aðstæðna sem að koma upp þar sem að þarf að brúa eitthvað svona bil. Á Sauðakróki tók Jón Gunnarsson það ákvörðun á tímabili að ríkisstyrkja flug þangað og það er í rauninni sveitarfélag sem er samt sem áður með vegtengingu á meðan að við erum eyjasamfélag og reiðum okkur gríðarlega mikið á meðal annars flugið og eins og hefur komið fram hér áður, sérstaklega þá aðilar sem eiga erfiðara vika að ferðast. Varðandi sjósamgöngunar, þá það náttúrulega algjörlega fullkomlega óboðlegt að það sé núna ekki komið niðurstaða í þessi samningamál. Og ég bind bara gríðarlega vonir við að þetta klárist núna á allra næstu dögum að því að við vitum það að það lítið eftir af uppsagnarfresti starfsmanna og það gríðarlega erfitt að vera í svona óvissu en ég vil að samaskapi bara einlæglega þakka starfsfólki Herjólfs OHF fyrir þeirra biðlund í þessu máli. Þeir eru okkur mikilvægir. Þetta auðvitað mikilvæg og þetta náttúrulega samgönguleiðin okkar og mun alltaf þurfa að vera opin sama hvað en það mjög mikilvægt að það náist niðurstaða í þetta mál sem fyrst. Ég tek undir það sem kom fram líka í máli Njáli Ragnarsson þar sem ég þakka Guðbjarti alveg kærlega hans störf. Hann hefur verið mjög duglegur að mæta fundi og svara og ef maður hefur haft einhverja spurningar til hans að hann hefur beint þeim og svarað þeim nær strax. Þannig að ég vil einnig fá að þakka honum fyrir og bara legg mikla áherslu á að þetta mál muni leysast og að gengi verða kröfum Vestmannaeyjabæjar hvað þetta varðar og að samaskapi þá bara vil ég fá að þakka fyrir þessa
bókun sem lögð fram og tek undir hana. Og auðvitað bindum maður bara vonir við að þessi óvissa verði, að því nóg óvissan fyrir eins og búið að tala varðandi bara fjárhagsáætlun og allt annað, að þetta óvissa sem er óþólandi og á þessum tímum þegar veðrið slæmt að þá sérstaklega þurfum við á flugsamgöngunum að halda, þannig að ég bara vil hvetja áfram samgöngunefndina okkar til að klára þessi mál og treysta þeim fyllilega til þess. Og hlakka til að sjá hvernig niðurstaðan sem að vonandi verður bara á allra næstu dögum mun koma til með að líta út og tryggja það mikilvæga skref sem að náðist í því að halda áfram að ná rekstri Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs til okkar, þannig að við hefðum meira rekstur hennar og þjónustu að segja. Takk. Máli mínu lokið. Já, takk fyrir þetta Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það er Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég tek bara undir það sem hefur komið fram hérna varðandi þessi mál, varðandi það sem kom fram í máli bæjarfulltrúan Njáls Ragnarssonar. En ég vil bæta við að ég hef átt í miklum samskiptum við Guðbjart, framkvæmdastjóra Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs ohf. Og ég bara vil þakka honum þau samskipti og svo vil ég bara segja það að ég ber mjög mikið traust til þessara aðila sem við völdum til að semja fyrir okkur og ég efast ekki að þeir séu að gera allt sem þeir geta til að vinna eins hratt og hægt af því það er enginn, ekki þeir og væntanlega ekki Vegagerðin heldur sem vil hafa þessu óvissu uppi og allra síst starfsfólkið. Þannig að ég bind mikla vonir við það eins og aðrir hér að þetta klárist og varðandi flugið þá bara vonumst við náttúrulega eftir því að geta náð inn einhverju flugi hérna í vetur en það bara kemur í ljós en það skiptir náttúrulega máli að við leggjumst á eitt við það að fá þetta flug í gegninga en ég vil allavega þakka Guðbjarti fyrir samstarfið og við vonum að þessi mál fara að skýrast, það voru algjörlega lífsnauðsynlegt. Takk. Já, takk fyrir þetta Íris Róbertsdóttir. Ég fer rétt með, þá hafa nú ekki fleiri beðið orðið að sinni í þessum dagskrárlið samgöngumál sem nú oft ræddur, þannig ég held við þurfum það bara að ljúka þessu lið, kannski örstutt með leyfi varaforseta, þá ætla ég bara að taka undir þessa vinnu sem að Trausti sendi okkur bæjarfulltrúum minnisblað varðandi flugið og svo ætla ég nú að þakka líka bæjarfulltrúum sem eru með mér á þessum fundi fyrir að taka þátt í að hitta samninganefndina. Ég er einn þeirra starfsmanna sem á eftir 3,5 viku á uppsagnarfrestunum og ég hef óskað eftir því að sitja ekki og hef ekki hitt samninganefndina í þessu ljósi þess. Þannig að ég vil þakka öðrum bæjarfulltrúum fyrir að taka við kyndlinum og þetta er afar mikilvægt að eyða þessara óvissu. En annars ef það er ekki fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls undir þessum lið, þá ljúkum við honum held ég og förum þá í dagskrárlið númer 4. Það er dagskrárlið númer 4 hljóma þannig að það er kosning í ráðnefndir og stjórnir samkvæmt 22. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar. Það er samkvæmt 7. töluliðar C liðar 42. greinar samþykktar stjórn Vestmannaeyjabæjar og fundarskap bæjarstjórnar. Þá kýs bæjarstjórn aðal og varafulltrúa stjórnar Náttúrustofu Suðurlands og skipar formann stjórnarinnar samanber 12. grein laga númer 60/1992 og það er tillaga að gera þær breytingar á stjórn Náttúrustofu nú að Jóna Sigríður Guðmundsdóttir komi í stað Ólafs Lárussonar og verði jafnframt formaður stjórnar. Vilja bæjarfulltrúar ræða þessa tillögu eitthvað? Það er tækifæri að biðja orðið ef áður en förum í atkvæðagreiðslu þennan lið. Það er Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Íris, þú ert mute sennilega, viltu byrja aftur, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég er bara að nota tækifæri og þakka Ólafi Lárussyni fyrir hans störf. Nú skal persónulegum ástæðum eftir að fá að stíga til hliðar og hann hefur staðið sig gríðarlega vel og ég vil bara þakka honum fyrir. Takk.
Takk fyrir það, Íris Róbertsdóttir. Ég tek undir það. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls? Ef ekki, að þá viljum við greiða atkvæði þennan 4. lið. Það Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir ætlar að víkja undir þessum lið, það ekki hjá mér. Og Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Kolbeins. Já. Og ég sjálfur Elís Jónsson samþykki, þannig að þetta samþykkt með 6 samhljóða atkvæðum og Jóna Sigríður Guðmundsdóttir vék að fundi á meðan. Þannig að við klárum þennan 4. lið með þessu. Þá erum við komin í 5. dagskrárlið, það er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 333, það er liðir 1-3 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir segi já eða nei þegar ég hef nafnakall. Það er Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Og ég sjálfur segi já, þannig að þetta er samþykkt. Þá er það 7. dagskrárliður bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3138, það liður 1 sem liggur fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir segi já eða nei, það er Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur segi já, þannig að það er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Það var 7. dagskrárliður, það er framkvæmd á Hafnar á Vestmannaeyja, fundur 256, það liður 1-5 sem liggja til staðfestingar. Það er Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur segi já, þannig að það er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Það er 8. dagskrárliður, það er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 334, það liður 1-6 sem liggja fyrir til staðfestingar. Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Og Helga Kristín Kolbeins. Já. Ég sjálfur segi já. Þá eru komin í 9. dagskrárlið, það er fjölskyldu- og tómstundaráð, það er fundur 252, liður 1-10 sem liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar sem eru því samþykki já eða nei. Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Og Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Og Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur segi já, þannig að það er samþykkt. Forseti, má ég aðeins segja eitt orð? Já, ekki svo vel. Má ég óska eftir því að atkvæðagreiðslan kosningu í stjórn Náttúrustofu Suðurlands verði endurtekin vegna þess að mig grunar að forseti eins frábær og hann í sínum störfum í þágu bæjarstjórnar og sveitarfélagsins alls, og þá grunar mig að hann hafi farið
málavillt þegar hann gekk út frá því að Jóna Sigríður Guðmundsdóttir ætlaði að víkja af fundinum við atkvæðagreiðsluna. Ok. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Ég biðst afsökunar á þessu í hita leiksins. Það sennilega rétt. Það var búið að biðja það undir öðru lið, en svo búið að falla frá umræðu, þannig að ég hef því miður klúðrað þessu og bið Jónu Sigríður Guðmundsdóttur bæjarfulltrúa afsökunar á þessu. Það ljúft og skylt að endurtaka atkvæðagreiðsluna í þessum lið. Það verður þá einhvern veginn á þann hátt. Þetta 4. dagskrárliður, það kosningar á nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmálasamþykkta Vestmannaeyjabæjar. Það eru þær breytingar nú að Jóna Sigríður Guðmundsdóttir komist að Ólafs Lárusson og verði jafnframt formaður stjórnar. 4. dagskrárliður, það Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur segi já, þannig að við bæjarfulltrúa alla afsökunar á þessu. Þessi liður upp á samþykktum með 7 samhljóða atkvæðum. Þá ætla ég að reyna að komast aftur hér á réttan stað. Það 10. dagskrárliður bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 139, liður 1-6 liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem því samþykki segi já eða nei þegar ég kalla þá upp. Það Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur Elís Jónsson segi já. Þannig að þetta samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Þá voru komnir í 11. dagskrárlið. Það búið að falla frá umræðu. Það eru menntarannsókn, þannig við tökum liði 1-6 þá til atkvæðagreiðslu og staðfestingar. Við bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefið mér segi já eða nei þegar ég kalla þá upp. Það Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur sem segi já. Þannig að þá 11. dagskrárliður samþykktur. Nú þá förum við í 12. dagskrárlið. Það bæjar á Vestmannaeyja, fundur 3140. Og það búið að falla jafnframt frá umræðu þar lið, þannig að við tökum liði 1-7 sem saman til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir eða á móti segi já eða nei. Það Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur segi já. Þannig að þetta þá 12. dagskrárliður og dagskráin þá tæmd með því að bæjarfulltrúar hafi samþykkt þetta. Það var eitthvað, Njáll Ragnarsson, ætlaði þú að biðja orðið áður í slít? Já. Mér sýnist mér þetta allt saman. Njáll Ragnarsson, gjör svo vel. Forseti, ég óskaði eftir því hér að fá að taka aðeins til máls undir lið sem við getum kallað fundarstjórn forseta. Mér langar aðeins að vegna þess hvernig umræður fjárhagsáætlun þróuðust hér í upphafi þessa fundar við undir lok umræðu fyrsta lið að þá
fannst mér að bæjarfulltrúi legði hér fram bókun sem að þar sem að ýjað að því að bæjarstjóri hafi vísvitandi haldið upplýsingum frá bæjarfulltrúum. Nú þekki ég ekki þetta mál eða þær spurningar sem að bæjarfulltrúin sagðist hafa lagt fram. Mér þykir þetta að setja þetta fram í bókun, mér þykir það ekki gagnast bæjarstjórn í því eins og hún oft hefur við tekist harkalega á hér og það ekkert að því. En ég held að svona ásakanir gagnist engum og mér finnst það mjög ámælisvert eða að minnstakosti ekki til þess að hjálpa bæjarstjórn eða virðingu bæjarstjórnar eða virðingu bæjarfulltrúa gagnvart hvor öðrum að bóka í fundargerðum slíkt. Ég get ekki setið, ég var hálf sleginn yfir þessari bókun og ég bara vildi aðeins kasta því fram og hvetja hlutaðeigandi bæjarfulltrúa til þess að draga þessi ummæli og þessar bókanir tilbaka. Ég held að þetta hjálpi engum og allra síst okkur sjálfum. Og ég myndi bara biðla til þeirra bæjarfulltrúa til þess að draga þessa bókun tilbaka. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Vilja aðrir bæjarfulltrúar ræða þetta eða óska bæjarfulltrúar eftir fundarhlé til þess að ræða þetta? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Ertu örugglega, já, mute. Leggur Njáll þetta fram sem bókun eða ég stend bara við þessa bókun sem ég legg fram. Mér finnst það bara mjög alvarlegt þegar ég þarna að lýsa minni eigin upplifun að ég hafi upplifað takmörkun á upplýsingagjöf og að það var í umræðu lið 1 verið að tala nauðsyn þess að bæjarfulltrúar væru búnir að mynda sér skoðun fyrr eða ættu að vera búin að koma sínum málefnum eða hugðarefnum til meirihluta fyrr. Ég sé bara ekki hvernig það ætti að vera mögulegt ef að menn þurfa að hlusta og bíða eftir framsögu bæjarstjórnar til þess. Þannig að ég stend bara við þessa bókun ef að formaður bæjarráðs ætlar að koma með bókun þetta að þá mun ég taka fundarhlé til að svara því. Takk. Afsakið óska eftir fundarhlé til að svara því. Já, nú féll ég sennilega á trikkinu sem nokkrir hafa fallið á. Ég var á mute, þannig að ég hef hér skilaboð í fundarþræði bæjarfulltrúa að Njáll hafi ekki áhuga á bókaneitt. En þetta sé eingöngu hvatning, en Trausti Hjaltason hefur óskað eftir orðinu, þannig að gjörðu svo vel, Trausti. Já, það sem að við erum hér í liðnum fundarstjórn og svona eiginlega hálfgerð önnur mál, þá vil ég bara hvetja bæjarfulltrúa til þess að láta í ljós skoðanir sínar og vera ófeimnir við að bóka í málum. Það þetta kannski bara lýsir svona svolítið því hvernig minni og meirihluti að upplifa upplýsingagjöf og þetta lýsir líka því sem að við vorum búin að benda á að þegar það er að leita eftir upplýsingum þetta langbest að það sé hægt að leita beint til starfsmanna eins og hefur verið venjan og hefur verið gert hingað til og þá þetta ekkert vandamál. Og ég held að við ættum að endurskoða það og vera ekki að búa til einhverja milliliði í þessu. Þannig að upplýsingagjöf geti komist aftur í eðlilegt horf.
Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Ég hvet bæjarfulltrúa bara til þess að óska eftir gögnum í tíma og auðvitað gengur mikið á og sitt sýnist hverjum sennilega og kannski ljúka þessar umræður bara með því að biðja bæjarfulltrúa í bæjarráði kannski um að ræða þetta þá bara í framhaldi á næsta fundi óformlega eða hvernig sem fyrir fund eða hvernig. En ég held við séum komin á það að slíta fundi. Það þó nokkri bæjarfulltrúar sem vilja nýta tækifærið. Eru bæjarfulltrúar ennþá á því að þeir þurfi að taka til máls? Ég bið þá bara að staðfesta það aftur. Það leyti ætla ég að, já, það Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Ég á mute, afsakið. Já, ég vil bara taka fram að það slær mig svolítið svona af því að hann talaði það formaður bæjarráðs Njáll Ragnarsson að það hefði slegið mín bókun. Aftur á móti slær það mig svolítið núna þessi áskorun hans að draga bókun mína þar sem ég að lýsa upplifun minni á aðstæðum og hvað varðar tjáningafrelsi og upplýsingagjöf. Og mér finnst svona þetta svolítið eiginlega vera svona eins og það eigi að þagga niður í bæjarfulltrúum og þeir eigi að hætta við að leggja það sem að þeim í brjósti og ég bara þakka það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Trausta Hjaltasonar að auðvitað það bara eðlilegt að bæjarfulltrúar láti bóka það sem að liggur þeim á brjósti af því að sannarlega hafa bæjarfulltrúar fengið að heyra það frá fulltrúum meirihlutans ef að hlutir eru ekki bókaðir. Þannig að ég held að það sé bara ágætt að það sé þá frekar of mikið bókað en of lítið bókað. Takk. Já, takk fyrir þetta Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég held við ljúkum þessari umræðu. Þetta eins og þetta hefur og ritað í bæjarmálasamþykktina. Kannski er þörf á því að breyta því þá eða skoða eitthvað, þannig að ég hvet aftur bæjarfulltrúa að ræða þetta við næsta fund. En ég vil sérstaklega þakka Hallgrími G. Njálssyni fyrir tæknimálinu í kvöld. Ég held að svona hvað tæknina varðar og þá hefur þetta gengið framúrskarandi vel. Við erum að pröfa nýtt form og næsti fundur 5. 3. desember þar sem að seinni umræðu fjárhagsáætlun fer fram. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir fundinn og fundir slitið 21:44.